komin í gang. Mitt. Hörðu, hérna, ætlum að tala um Austurríki í dag. En, sko, það er alltaf svo langt sem við hittust hérna síðast. Það voru alveg ímils málefni sem við áttum eftir að fara yfir, sko. Já. Ég átti alltaf eftir að segja frá því þegar ég fór til Írlands. Já, það er rétt. Manstu hvernig við tókum upp síðast? Sko, við tókum upp hérna, ég man það, 23. október. Já. Eða þá kom síðasti þáttur út, sko, það var þátturinn um keltana. Já. Já, það er langt síðan það. En sko, máli var að við vorum að tala um keltana. Og svona tengsl Íslands og Írlands og allt þetta. Og síðan fór ég til Írlands bara strax í rauninni bara líka við daginn eftir, sko. Til gamla landsins. Já. Nákvæmlega. Svo var þetta náttúrulega á Halloween, sko. Það var, þú veist, búið að skreita gett mikið fyrir Halloween alls staðar. Já, það var gaman. Miklu meira heldur en maður sér hérna, sko. Já. Það heitir í það er stórt, já. Í Írlandi, ég er svona ekkert spáðið í því en. Nei, er þetta ekki eitthvað hálfvegis staðan, þetta Halloween dæmi? Jó, ég held nefnilega að rættirna séu svolítið mikið þar. Já. Og hérna, og það var einhvern svolítið heppilegt auðvitað að sko vera nýbúin að vera að velta sér upp úr þessu, sko. Já. Og hérna, og þannig að þetta hjálpaði mér svolítið í svona small talk, sko. Já. Nei, ég segi svona en það finnir, sko, það er svona hluti sem er ekkert að spá mikið í á hverjum degi, skilur, svo, þú veist, að lesa þessu þú veist, Írland og írska sögu og svona, þetta er alveg stór skemmtilegt, sko, stór merkilegt líka, þú veist, þessi skipting eyjarinnar, skilur, og sambandi við Breta og svona. Já, algjörlega. Að því að, sko, þau fóru með okkur þarna á, þú veist, þjóðskjalasafnið. Já. Og þar er hún, sko, þú veist, að útskýra, þú veist, basically að segja frá þjóðskjalasafninu, sko. Já. Og það er svona, mér fannst að vera svolítið að vissuleiti líkt, sko, íslenska regluverkinu, en að mörgleiti öðruvísi, sko, til dæmis það, sko, að samkvæmt lögunum að þá er bara afhenta, sko, frá okkur 4 ráðuneytum eða eitthvað líka. Já. Skilur, sem var það forsætisráðuneyti, utanríkisráðuneyti og svo okkur 2 önnur ráðuneyti. Þannig að þau voru rauninni ekki að fá afhent, sko, skjöl frá, þú veist, öðrum ríkisstofnunum sem voru ekki beint, sko, ráðuneytin. Ef ég skildi hana rétt, sko. Já. Það er mjög undarlegt, sko. Svo var ég að spyrja hann út í þetta þarna eftir, sko. Hún alveg bara, veist, já, við erum ennþá býðist ykkur lagabreitingu og eitthvað svona. Ok. Og svo sko virkar það þannig, sko, á hverju ári þá afhenda ráðuneytin, þú segir lögun, skilur, að það eftir 30 ári eitthvað þá afhenda ráðuneytin til þjóðskjalasafnsins. Já. Og þá var það bara hverju ári, skiluru, í desember eða eitthvað, þá kemur bara afhendingin, skiluru, með stóru AI, sko. Já. Fyrir þá, skiluru, þú veist, ef það eru 30 ár, skiluru, þá fyrir 1993, skilur, allt sem þetta ráðuneyti átti, öllu skjöl sem voru, skilur, hinga til lokuð, fattar þú? Já. Og þá eru þau afhent bara hverju ári, skilur. Ok, þannig að það rúlar alltaf inn þannig. Rúlar alltaf inn þá, og hverju ári nýtt og nýtt. Og þetta er aðeins öðruvísi heldur en til dæmis, sko, Ísland og í Noregi, það sem afhendingarna koma miklu meira random, sko. Já. Þetta gerir það verkum, sko, þú veist að allir fjölmiðlarnir, skilur eru fannir að liggja á þeim og svo þegar afhendingin kemur þá fara allir fjölmiðlarnir strax að grafa í þetta nýja dót, sko. Já, og síðan birtast sko allar fréttirnar alltaf þarna jólatíma viljið, sko. Já, það er gjörfarið á því. Já, ok, þannig að það er svona hvað maður kalla það? Ringrás eitthvað. Ringrás, já. Já, ég skildi hana rétt. Mér fannst þú verið að segja þetta að væri svona. Já. Af því að þá er þannig sé allt opið sem kemur hann inn nema alltaf sé ykkur persónugögn. Já. En það er alltaf einmitt líka áhugavert fyrir mig, þetta einmitt, sko,
gögg sem mitt eru læst í eitthvað svona mörg ár og svo náttúrulega opnast það eftir eitthvað áratugi. Þetta eins og meðan Martin Luther King gögnin hans hjá FBI, þau eru lokuð og læst til einmitt nú man ég ekki hvort ég 2050 eða 2060 eða hvað það er. Já, talaður þetta ekkert, já. Þannig að það er bara að bíða og einhver getur náttúrulega að googla hvernig þessi gögn opnast og þegar þau opnast þá einmitt verður það fréttamattur. Já. Það er örugglega eins eins og með hluti eins og ég veit ekki eitthvað með bresku konungsfjölskylduna og hitt og þetta, þú veist, það er eitthvað gögn sem eru lokuð og svo bíða menn og svo opnast þetta eftir einhver áratugi og þá er fréttamattur. Já, og ég minni svo Íslandi ertu með held ég, hvernig var þetta nú, það er svolítið síðan ég var að vinna með þetta, minnur þetta séu, er þetta ekki 70 ár? Held ég. Já. En síðan er þetta ennþá flóknara í Noregi, sko, norska regluverkið er ennþá flóknara held ég, því að sko, þar ertu með alls konar sérlög sem þarf að spá í og... Það kemur ekki á orð að norðmenn séu með eitthvað þungar og nákvæmareglur og mismunandi og eitthvað svona rugl. Það er svona, minnst það svolítið vera svona Noregur í nótskurn og það er séu að seint og mikið regluverk. Já. Það er bara með herinn, þú veist, það er allt áfengi bannað í hernum. Það bannað að drekka í herbúning og það bannað að vera með áfengi í hernum. Ef þú myndir fara inn á herstöð hjá mér sko, þá myndir finna áfengisflösku liggu á hverja einustu skrifstofu, ekki vegna þess að menn alltaf að drekka í vinnunni, heldur vegna þess að stórskotarlið er með sitt eigið áfengi og skriðdrykka sveitin hefur líka talað við hvernig þú fengi á til að búa til sitt eigið áfengi og eitthvað svona dæmi og svo eru náttúrulega veislur og það er jólaborð og eins og bara gengur og gerist vegna þess í raunveruleikunum, áfengi er almennt samþykkt í samfélaginu. Já. Þannig að þú veist, reglan, það er stranglega bannað að vera með áfengi í hernum, hentar mjög illa, þannig að þá erum við með undantekningar á reglunni. Þetta er mjög sérstakt. Herru, þú varst að koma úr Sankti Barburu partíi? Já, jú, heilu Barbara, 4. des. Hið árlega partí stórskotaliða. Já, það er einmitt það. Það er stærsta hátíð stórskotaliða, það er 4. desember. Heilu Barbara er verndar dýrlingur meðal annars stórskotaliða. Og það tekið vel á því? Já, það tekið vel á því. Já, það var hörkustuð. Margt flott náttúrulega, það er gamallegast þegar við löpum inn í messan það sem við borðum. Það var alltaf búið að stilla upp 2 stórum fallbyssum. Og þetta er náttúrulega svona sjálfkerandi fallbyssur, þannig að þetta lítur út svo skriðdreki fyrir þá sem ekki þekkja til. Þetta er alveg rísa stór fyrirbreið, maður getur leitað K9 Thunder ef ykkur hefur áhuga á að vita hvers konar fallbyssa þetta er. Já. Og það var flott náttúrulega, þannig séð þetta að lappa undir hlaupið á þessu og það er einvist núna, ég kerði den herstöðina í dag og þá held ég að gera ráð fyrir að skriðdrykkasveitin sé með jólaborð. Þegar ég kerði inn á herstöðina það var stór skriðdrykki sem mætti mér og búið að stilla upp hinum af þessum hergögnum, þannig að það er svona að vera undirbúið þetta svona hluti af þessu, það er eins og okkur sko, það verður að kynna einmitt nýtt svona eldflaugavarnarkerfi, þannig að þá var einmitt verið að sýna vagninn og sýna eldflaugarnar og svona, þannig að þetta er svona áhugavert að vera í þessu. Ég veit. Þetta er mjög sérstakt. Já. En sko, ég ætla aðeins að ég tengslu við þetta með Írana sko. Sko, hún var að segja frá því konan sem var að sýna okkur íska þjóðskjalasafninu að sko skjalasafnið í þjóðskjalasafnið á Írlandi var í gamalli byggingu sem að var staðsett bara alveg niður í miðbæ við ána sko og í stríðinu eða í borgarastyrjöldinni sem var eftir hvenær var það 1920 var ekki milli 21 og 23 eða eitthvað svoleiðis. Já. Í öllu þessu vesinni sem var þetta er alltaf búið að vera rosa mikið af vesinni í Írlandi. Já. Og það var uppreisn og það var borgarastyrjöld lítil sem að endaði með því sko að það sem voru svona þeir buðu þeim sko Bretarnir buðu þeim svona treaty sem var sko þið fáið Dominion status, þið verið Dominion sko eins og Kanada og Ástralía. Og írska ríkisstjórnin samþykti þetta, þá urðu þeir svona free state og þannig var Írland þá í rauninni held ég fram til sko hvenær, 1930 eitthvað líka. Þá var það svona free state en þegar að var verið að koma þessu koppin sko þá
þá voru þarna aðilar sem voru ekki alveg sáttu við þetta, þeir voru kallað svona anti-treaty forces og þeir voru þá var það borgarastyrjöld í smá stund sem endaði síðan með því að anti-treaty forces töpuðu og þeir samþyktuðu þennan treaty og skemmtilegt einmitt hluta þessu var það sko að í þessum treaty held ég að þá kom fram sko að Norður-Írland gat sko kosið að yfirgefa þetta free state, fríríki með einhvern svona tímaramma og Norður-Írland notaði tíman sko fór bara strax í það sko að kjósa að biðja að fá að fara úr þessu fríríki og fara yfir og halda áfram að vera United Kingdom sko skilur og alveg bara sko þannig að Norður-Írland var hluti af sko þannig sé Írlandi í einhvern einn mánuð eða eitthvað sko ok það kusið sér út sko það gekk svo hratt fyrir en í öllum þessum hamagangi að þá sem sagt brann eða basically sprakk þetta hús það sem að Þjóðskjalasafnið var til húsa og maður getur googlað myndir af þessu húsi þetta er alveg ótrúlega flott, við vorum með svona hillur alveg eða svona bóka eða skjala hillur sko á okkur 6 hæðum sko með svona hólrými í miðjunni hann sko staðið fram á sölunum og hort niður sko og síðan svona reisastór gluggi uppi sko þannig að kom dagsljós inn og það er auðvitað sagt í allir sem að vinna með skjöl sko, og safngripi og svona varðveislu almennt vita það náttúrulega regla nummer 1, 2 og 3 þú ert ekki með eldfim efni í skjalageymslunum en þarna var nú ekki mikið að spáði því þeir voru sko ekki nóg með það þeir voru með eldfim efni þarna inn í húsinu heldur voru þeir búin að barrikeita sig þarna inni og voru að framleiða sprengjur það er það og og það endaði náttúrulega með því að húsið sprakk hugsa þér bara hvernig er þetta hægt sko og svo náttúrulega þetta kenna báðir hinum sko það er ekkert alveg vita held ég nákvæmlega hvernig þetta var skilur þó svo ég held að sé nú flestir á því nú held ég að þetta voru aðalega sér anti-treaty að kenna sko en ég held að það sé alveg eitthvað opin spurningar sem er margt þarna nefnitt og þarna voru við að tala sko skjöl sko frá bresku stjórnin á Írlandi sem að náði sko 800 ára aftur í tíman við erum að tala sko miðalda skjöl og annað dót sem fuðraði bara upp þarna sko hugsa sér það var rosalega missir ég hef aldrei heyrt þetta sko og maður hefur alveg heyrt svona ég minna svo þegar ISIS var að sprengja þarna í Palmyra og þetta sko það sem að sko skjöl og menningararfur og annað sko verður fyrir barðinu á stríðsátökum þetta er náttúrulega bara alveg príma dæmi það þetta er það og enda er nú til eitthvað sem heitir Blái skjöldurinn sem eru svona samtök sem að berjast fyrir því að vernda svona menningararf á stríðstímum sko Jú, ég lærði nú þetta þegar ég var að læra til hermennsku það var eitt af þessum táknum sem þarf að huga vel að í hernaði það er Blái skjöldurinn ekki sprengja húsi með bláa skildirum einmitt en með sko hún var að segja það konan að á Írska Þjóðskjalasafninu sem betur fyrir þá sko eru þau búin að vera að keyra eitthvað rosa projekt núna sem að snýst það sko að endurskapa þetta skjalasafn sem að hvarf og þau eru að gera það með sko með því að tjasla saman sko það eru til auðvitað uppskriftir og ljósmyndir og annað sko af gögnum aðalega uppskriftir sem hafa verið til annar staðar og einhverja leifar sem björguðust úr eldinum og eitthvað svona það eru til eitthvað svona skraps hér og þar sem að þau eru að nota þá í rauninni til þess að byggja upp þetta skjalasafn aftur í svona virtual sko, þú veist þá á netinu sko, eða sem er aðgengilegt online og þetta er eitthvað rosa samvinnuverkefni sko á milli Írska Þjóðskjalasafnsins og Breska Þjóðskjalasafnsins Public Records það er alveg ótrúlega að menn geta púsla saman svona, þetta minnir mig á biblíurannsóknir allir með sér þannig, það er ekki til ein biblía
og allir með stanni sko ef maður lærir til guðfræði að þá það sett fræðilegu texti sem maður þarf að vinna með að þýða úr Nýja testamentinu eða Gamla testamentinu. Það er allir biblíuteksti sem enginn hefur lesið svona sögulega séð, heldur það fræðilegu texti sem er búin til. Og þá meðal annars sko að því að þú ert alltaf að reyna að komast að sko elsta handritinu og elsta handritinu er ekki til, þá ert að reyna að komast til nálægt og getur. Og þá er það allir með sluta púsluspilinu og þá ertu líka að vinna með sko hina þess að svona guðfræði texta eða predikanir þetta frá allir kirkjufæðurunum eða hvað það er. Og þá er kannski, þú veist, þessi kirkjufaðir vitnaði í þennan biblíuteksta, eina setningu. Og þá er það svona lítið svona púsluspil, lítið hluti af þessu. Þannig að þú getur líka púslað saman allar þannig til þess að reyna að búa til sko mögulega þennan elsta texta. Og það er svolítið svipað eins og þetta skjalasafn sem er brunnið og ónýtt. Þú ert að nota svona eitt og eitt púsl hér og þar til þess að búa til stærri mynd. Það er áhugavert að mann geta unnið svona, en það er ekki smá vinna, það er rosalega vinna sem liggur á bakvið þetta. Þetta er það náttúrulega þannig þetta með þessi handrit og svona held ég, þetta er náttúrulega allt bara uppskriftir og afskriftir og svona. Það er stóru hluta. En ég man ekki nákvæmlega smáatriðin í þessu, hvernig þetta var þetta verkefni, þú getur að googla það bara sko, en það er svolítið cool, en það sem ég tók líka svolítið frá þessu var að sko að þegar ég var að tala við hana eftir á sko, þá var ég eins að spyrja út í sko hvernig sko, ekki, það hlýtur að vera mikil samvinna sko við breska þjóðskjalasafnið. Já. Að því að sko hvernig er það, þú veist, er ekki mikið samvinna, þetta er nú svona mikið svona sameiginleg saga og svona sko. Þá kom pínu svona fát á hana sko. Bara svona nei, jú, sko þetta verkefni hérna og nefndi þetta verkefni, en nei, fyrir utan það ekki sko. Það er alveg sérstakt. Og það er svolítið naív hjá mér auðvitað sko, þú veist, ég ætla ekki að segja að hún er eitthvað móðgast eða eitthvað. Nei. En þú veist, þetta er svona sko við, þú veist, eins og Ísland og Danmörk skiluru, þú veist, ég meina þetta er svona gamla herra þjóðin eitthvað bla bla, en núna í dag allt í góðu gamni sko, fattur og núna lítum við á bara svona, já, þú veist, Ísland og Danmörk, þetta er bara mikil sameiginleg saga skiluru, sameiginleg menningararfur sko, það sem er og svo framvegis. En svo þetta, þú veist, ertu með náttúrulega svona hotspots sko, það sem þú ert með miklu meiri sameiginlega sögu en líka miklu meiri erfiðleika sko eins og auðvitað Úkraína og Rússland og svo Bretland og Írland sko sem náttúrulega bara alls ekki hefur náttúrulega andað mjög köldu en ekki að ég skil þetta mjög vel að auðvitað og spyrja þessu því þú veist, saga Írlands og saga Bretlands eða Englands náttúrulega, þetta er samofin saga síðan á miðöldum upp og auðvitað mikið vont í því líka en svo, gott svo sem líka en ég veit ekki, það er náttúrulega voðalega flókið, þetta er svona rosalega fléttað saman, eins og til dæmis bara það, þú veist, Írar auðvitað geta unnið í því eins og þau vilja náttúrulega kljúfa sér frá Bretlandseyjum og Englandi og halda sér frá og þannig að búið til einkenni og allt þannig, en þau kemst ekki hjá því að Írarnir tala nú ensku í dag og þannig ástæða fyrir því og þá segir eiginlega voðalega mikið hversu mikið hafa náttúrulega verið undir þessum enska hæl þá, ef maður orðar það sem svo. Já, þetta er flókið auðvitað. Já. Og er þetta ekki, held ég, sko, þau voru náttúrulega með sameiginlegan ríkisborgararétt allan tíman auðvitað með voru Dominion, sko. Ég held að eftir það hefur þetta samt verið mjög náið, sko, upp á hérna, með ferðalög og atvinnuréttindi og annað, sko. Já. Og svo náttúrulega auðvitað Evrópusambandið og Brexit og alltaf þetta bætist við þetta. Já, en síðan er maður líka reynda að skjóta inn að Írland held ég lísti ekki við stríði gegn Þýskalandi í seinni heimsstyrjöld. Nei, þið gerðu það ekkert. Og það er nefnilega máli, sko, það samt segir líka rosalega mikið hvað satt í Írum náttúrulega þetta, sko, samband sem voru neittir inn í við England og Bretland, að þeir skulle ekki að tekið þátt í því og ég veit það náttúrulega á Bretlandseyjum þóttu mönnum það mjög lélegt að Írar hafa ekki tekið þátt í því stríði. Ég held að Írum hafi þótt mjög blóðugt að þurfa að hafa eitt þarna öllum sínum bestu mönnum þarna í fyrri heimsstyrjöldinni sko. Ég held að það hefði oft verið talað að það var svona pínu svona ok,
þú veist, þeir fórnuðu sér fyrir heimsstyrjöldinni núna ætlum við að fá sjálfstæði og screw you guys og það er skiljanlegt líka, þú veist, og alls ekki túlkað sem svo að núna sé að berja á Írum fyrir þetta en það er svona segir kannski mikið sko sambandast að taka þjóða já að þú veist, Kanadamenn og Ástralía auðvitað hlupu til og börðust með heimalandinu, gamla landinu en það er auðvitað svolítið merkilegt líka ég meina að það hafi verið svona hef ekki kynnt mér að neitt sko en maður svona gengur út frá því að það er bara alveg þótt sjálfsagt að taka þátt í þessu stríð en það er auðvitað eitthvað sem maður getur kynnt sér betur það er þetta verið þannig og sérstaklega fyrir sko Ástralíu og Nýja-Sjáland þessi Anzac dagur Ástralíu og Nýja-Sjálandsdagur það var lengi vel eitthvað svona stærsti þjóðhátíðardagur þessara ríkja og hann snerist jú fyrri heimsstyrjöldina og þeirra þáttöku í henni Gallipoli og allt þetta þannig að það hefur verið svona mjög mikilvæg hluti og svona þeirra þjóðareinkjönum að þarna voru þeir að berjast fyrir gamla landið áhugavert sko að því veist Ástralíu og Nýja-Sjáland er svona langt frá Tyrklandi og fyrir heimstyrjöld og allt þetta það er einhvern veginn verið byggt upp sem mikilvæg hluti af þeirra þjóðareinkjönum Svo er þetta Ástralíu og Nýja-Sjáland náttúrulega mikilvæg hluti í þessu Kyrrahafs Asíu dæmi sko svo þegar kemur að Japan og svona Já, algjörlega Ástralíu náttúrulega skítrættur út að Japanar myndi ráðast á það en það var svona hættu á því í seinni heimstyrjöld þeir voru nú nálægt, þeir voru nú Papúa Nýja-Gíneu þannig að en sérstök saga og sérstök svona hvernig þess að þjóðir hafa verið svona, hvað eru tengdar? Maður heldur nú samt einhvern veginn að mjög margir Írar svona sem maður hefur svona talað við og heyrt frá í gegnum tíðina bera nú ekki hlýjan hug til Breta og Bretar voru víst fóru mjög illa með Írar sko Já, fóru mjög illa með þá en ekki það, ég er þetta mann eftir ég las það ekkert í tengslu við írsku hungursneiðina ég man ekki hvernig hún var hún ekki stóru sko hungursneiðina sem var á 19. öld þegar að kartöflu uppsker og brást algjörlega þá var það þannig sko að soldánin í Istanbul þá leiðtoginn þar hann ætlaði að senda sko aðstoð til Írlands en breska konungsfjölskyldan afþakkaði þá aðstoð og sendi enga aðstoð sjálf þannig að það satt líka mjög í Írum það allan svona hluti og það kannski segir voðalega mikið þetta samband að breska konungsfjölskyldan gefði nú lítið til aðstoða þá en það var líka áhugavert að alltaf Írar sjálfur fengur rosalega mikið stuðning frá Bandaríkjunum til dæmis í sinni sjálfstæðisbaráttu og þá náttúrulega vegna þess að svo rosalega fjöldi Írar sem flúðu frá Írland og fluttu til Bandaríkjanna og Írar náttúrulega stór minnihlutahópur í Bandaríkjunum eða sem fólk þá af írskubergi broti Kennedy fjölskylda þau eru Írar eða af írskubergi broti hvernig sem all orða hillellingum alveg hellingur á þessu, þannig að þess vegna með svo voru Bandaríkin svolítið svona að styðja líka Írana og svona veita ákveðin stuðning í þessari baráttu Sko maður skoðar fólksfjöldatölur á Írlandi og manni ekki nákvæmlega hvernig það er sko en ef þú skoðar það sko hvernig fólksfjöldin bara lækkar líka meðan allar aðra þjóður á 19. öld er að sko tvöfalda fólksfjöldan sin sko þá það var hvort stendur að í staðið að lækkar sko á 19. öld það er alveg ótrúlegt sko út af því að það voru svo margir sem að fluttu og eða dóu þarna það er mikil skepnuskapur þarna eins og annars staðar í heiminum svo sem það er það Hörðu við fara að byrja hérna þátt þetta er að fara lítið hvað það skulum fara að gera þetta í gangi okkur Jöp Ok, 3 2 1 Sæl, gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpi söguskoðun. Við erum mættir hingað aftur á þessum ágæta desemberdegi við Ólafur
Hersir Arnaldsson, komdu sæll. Blessaður. Andri Jónsson heiti ég og hlaðarp söguskoðun hlaðarp sögu og sagfræði þar sem við ræðum málin og tökum stöðuna, köfum á dýpið stundum. Já. Og þetta mun vera þáttur númer 75. Já. Og í dag ætlum við að tala Austurríki. Á öllum stöðum og ekki bara hvaða tímabil sem Nei, við ætlum að tala Austurríki á millistríðsárunum. Já. Stórmerkilega saga. En áður en við tölum við það, þá kannski rétt aðeins að við tökum smá housekeeping með podcastið. Við erum náttúrulega svo glöggir hlustendur á að teki eftir svolítið langt síðan við komum hér saman. Við erum búin að þurftum að taka smá frí frá hlaðarpunni í nokkrar vikur, en við erum nú komnir aftur og við ætlum að reyna að halda ótrúðir áfram. Algjörlega. Yfir hátíðarnar og fram á nýjárið. Já. Það er spurning, við erum aðeins búin að vera að ræða svona skipulagsmál í hlaðarpunni, og það getur verið að við förum kannski aðeins að skoða hvernig við gerum þættina upp á að reyna að mögulega að þeir komist hraðar út. Þannig að það er ekki ólíklegt að það verði einhvers konar breyting á því hvernig þættirnir verða settir upp hjá okkur. Við erum líka, þau sem eru ennþá að hlusta frá upphafi hér, hafa tekið eftir að við erum búin að vera að babla hérna í hálftíma. Já. Og erum að byrja þátti núna, þannig að þeir hlustendur sem að vilja hoppa bara beint yfir í eldheitt content geta hoppa bara beint yfir í byrjunum á þættunum. Og mér finnst að vera ákveðin svona, ef við vorum að tala um það, þetta getur verið ákveðin leið til þess að láta þættina standast kannski aðeins betur tímans tönn, með því að skilja svolítið á milli þegar við erum að tala um bara hvað við vorum að gera í sumar og eitthvað svona, sko. Já, ég mitt. Það eldist mjög fljótt. Það eldist illa. Já. Já, það er einmitt það. En við ætlum að skoða það betur. Við erum líka búin að vera aðeins að svona auka aðeins við okkar viðveru á öðrum miðlum, búin að vera aðeins að pússa upp eða aðeins að gera upp YouTube síðun okkar, búin að setja út nokkra þætti, leggja út nokkra þætti þangað fyrir þá sem hafa áhuga að lusta á þættina þar, og við munum líklegast halda áfram að gera það að nýjir þættir munu einnig koma þangað. Og getur vel verið að við munum nota þann vettvang eitthvað meira. Hingað til höfum við náttúrulega notað þennan vettvang til að birta myndbönd af þáttum þegar við höfum komið saman í ein persónu sem hafa nú ekki verið margir. Nei. En aldrei vita nema að það veri eitthvað meira að gerast þar, þannig að við hvetjum hlustendur til að fylgjast vel með því. Algjörlega. Allavegana, Austurríki, hvað ætlum við að tala um þetta, Ólafur? Já, ef við erum að setja svona einhvern ramma utan um þetta, Austurríki þá, kannski svona frá loka árs 1918 fram til 1936. Þetta er svona þessi millistríðsár og staða Austurríkis þar. Það er alltaf svo áhugavert fyrirbrigði að Austurríki er alltaf fer frá því að vera þarna eitt af svona þungamiðju ríkjum Evrópu. Ekki kannski, við jafnvel tala um að það séu stórveldi ákveðnu leyti. Austurríki var ríki með 20 milljóna manna og náði náttúrulega frá þá Austurríki dagsins í dag allt suður eftir til það sem í dag er Króatía, Bosnia-Herzegovina og allt austur til Úkraínu. Það var feiki stórt ríki í Mið-Evrópu. Og það var svo sérstakt að þetta fer frá því, ef ég mann rétt hvort þetta voru á bilinu 40-50 milljónir sem byggu í Austurríki, Ungverjalandi. Já, sem það náðu ekki upp í 50 milljónir. Já, heldur að hafa verið þannig, og allt í einu leystist þetta allt upp eftir fyrir heimstyrjöld, og allt í einu var þarna eftir bara eitthvað lítið austurrískt ríki sem var hvorki fuglinn fiskur með, manstu hvað voru margir, 7 milljónir, 8 milljónir. Ég held að hafa verið eitthvað kringu það. Og þá með Vínarborg sem var, hvort það íbúafjöldi í Vínarborg var ekki allan 1 milljón ef ekki rúmlega það. Þannig að allt í nástu líka þetta með alveg ofvaxna höfuðborg
sem var þá gömul höfuborg stórríkis sem núna allt í einu var bara höfuborg einhver smáríkis í mið-Evrópu. Og það var náttúrulega líka erfitt náttúrulega fyrir rosalega marga. Það var náttúrulega margir sem höfðu verið til dæmis að stýra þetta þessu ríki, verið að vinna sem einhvers konar, vinna bara í búrókratíunni eða bara í hernum eða vinna í flotanum og allt í einu var alltaf engin floti. Já. Þannig að það var allt margt svona sem var voðalega sérstakt fyrir þetta ríki og mjög erfitt fyrir Austurríkismenn síðan að finna þá ný einkenni pluss það að þetta gamla keisaradæmi þá Habsborgarnir sem búin að stýra þessu ríki frá því á miðöldum var líka, hraktir og brott og allt í einu var þetta litla ríki allt í einu orðið að lífveldi. Einmitt. Já, þetta alveg stórmerkilegt en síðan ertu þetta með inn í því að því að sko þeir deildu þessu rauninni bara upp sko þetta Austurríki sem var stofnað þarna 1918 Karl Renner sem var þessi sósíaldemókrati sem er svolítið kendur við þetta sem var fyrsti kanslari þessa ríkis þetta hét sko Þýsk Austurríska lýðveldið eða Republik Deutsch Österreich Já. Og þú veist einhvern veginn hugmyndin á bakvið þetta bara rauninni þetta eru bara þjóðverjarnir í Austurríki sem eftir eru af því allir hinir eru búin að fá sitt þjóðríki þannig að með í þessu þetta ertu líka með Súdetenhéruðin og önnur héruð Suður-Tíról sem þeir áttu eftir að missa seinna held ég eða hvort, nei það var nú kannski búið að fara held ég og ég sé hérna, það stendur hérna að það hafi verið 3 milljónir sko sem að byggu í bæheimi sérst í Súdetenhéruðunum það sem að þeir síðan þegar þetta ríki sem var stofnað 1918 var lifði runni bara í 1 ára því að síðan það ríki runni lagt niður og komið ný stjórnarskrá lýðveldisins Austurríkis sem er með þau landamæri sem Austurríki er með í dag það er að segja ekki með Súdetenhéruðin með þá er sérst búið að setla þetta að sérst Súdetenhéruðin verði í Tékkóslóvakíu þá er það sko hvað erum við að tala um þá sko Austurríki sko þetta voru 6,5 miljón sem byggu þarna sínst mér hérna á þessum tölum sem ég er með hérna á skjánum hjá mér þetta er svo fámennt en það er einmitt það sem er svo áhugavert við að þetta fer það frá því að vera þetta stórríki og allt í henni eru standa Austurríkismenn þá í Austurríki sjálfu bara uppi sem sko smáþjóð, það sem er svo sérsagt þetta líka náttúrulega að sko Woodrow Wilson, forseti Bandaríkjanna var náttúrulega búin að setja fram þessa 14 punkta sína og tala þennan sjálfsákvörðun rétt þjóðir myndir ráða sjálfar hvert það færu og það er áhugavert að sko meirihluti Austurríkismanna vildu þá sameinast Þýskalandi og vera hluti á stór Þýskalandi og það auðvitað var skotið niður það því að menn náttúrulega horfðu auðvitað fram fyrir því að sko Þýskaland eftir fyrir heimsstyrjöld þarna voru þjóðir búin að tapa og þrátt fyrir það þeir eru búin að tapa ákveðin landsvæðinum þú veist þeir eru búin að tapa búin að afhenda Dönum ákveðin landsvæði Frakkar voru búin að taka Elsass-Lothringen og Pólland var búin að færa lengra til Pólland var búin að stopna þá og svona þannig að vildu menn ekki samþykkja það að þeir myndi fá Austurríki því Austurríki sjálft var það stórt að það myndi bæta upp fyrir allt það tap þá bæði í landi og mannafla þannig að Austurríkismenn voru þá þvingaði til þess að stofna þetta eigið ríki sem Austurríkismenn vildu ekki svona ýmsu leyti Nei, og þú sér það sko í friðarsamningunum sem eru gerað við þessar þjóðir eftir fyrir heimsstyrjöldina sem að bandamenn láta þá skrifa undir sem að er Versalasamningur við Þjóðverja og Sankt Germain Shermain eða hvernig sem það borið fram samningunum sem Austurríkismenn skrifuð undir þar er þetta bara nefnt sérstaklega sko, bara sérklausa þetta að fyrir Þjóðverjana að þeir ættu að virða sjálfstæði Austurríkis og mættu ekki sameinast þeim og Austurríkismenn mættu ekki leitast eftir sameiningu við Þýskaland pointið með þessu þetta var að veikja Þýskaland eða halda Þýskalandi veiku og það var auðvitað alveg, eins og þú segir áhugi fyrir því hjá þessu fyrsta ríki sem er stofnað svona kannski að einhverju leiti bara með það fyrir marki að sameinast Þýskalandi þetta Deutsch Österreich
en síðan náttúrulega þetta eins og þú nefndir áðan, ég menna þú veist með þessa reisastóru höfuborg sko, sem ég menna hugsaði með alltaf skrifstofurnar maður, ráðuneytin allt stjórnsýslu apparati sem hefur verið þarna skilur hanna til þess að stjórna 50 miljón manna ríki nákvæmlega núna bara með einhverja 5-6 miljón manna ríki já. Og auðvitað náttúrulega var Austurríki eftir stofnun sko á millistríðsárunum sko og kannski auðvitað svolítið í takt við svona efnahagsmál eins og þau voru að þróast annars staðar í Evrópu náttúrulega gekk mjög illa efnahagslega og kannski sérstaklega þarna vegna þess að svona svo hlutfall á milli sko þú veist iðnaðar og landbúnaðar var ekkert svona eðlilegt miðað við ef Austurríki hefði alltaf verið af þeirri stærðagráðu sem það var svo til dæmis það var mjög lítið ræktarland þarna og var algjörlega háð innflutningi á öllum landbúnaðarvörum býst ég við og eins og við höfum áður rætt náttúrulega hvernig Austurríki og Ungverjaland var náttúrulega bæði var Austurríki og Ungverjaland náttúrulega kannski svolítið seint til að innvæðast og gerði það svona kannski seint og illa en líka þegar að það gerðist að þá var það auðvitað innæðurinn fyrst og fremst í vesturhlutanum eða í þessum austuríska hluta það var einmitt svo mikið vandamál líka eftir að þetta leistist upp og allt í nú komið þetta landamæri að til dæmis þú líka sé þetta eins og með Þýskaland að kannski kólnámurnar voru hérna megin við landamærin en stálverksmiðurnar sem notuðu kólin og kólanámurnar voru hinum megin við landamærin og náttúrulega þarna allt í hennu varð til sko þetta Austurríki Ungverjaland varð að þá hvað var það? Austurríki það var þá síðan hérna auðvitað Ungverjaland, síðan varstu með Júgóslavíu og þú varst með Rúmeníu og Tékkóslóvakíu og allt í nú varstu komið með sko fullt af landamærum sem auðvitað þá klufu og splittuð upp allt í þessum sko framleiðslu einingum þú varst háður í að þarna keyptir hráefni og þessu hráefni vannstu svona og allt í komur ykkur tollar og það var náttúrulega engin grundvöldur lengur fyrir framleiðslunni þannig að þetta gerði náttúrulega allt svo margfalt erfiðara þetta Já, en mér er svolítið áhugavert samt eins og með bara eins og þú nefndir áðan sko, þú veist, Habsborgara krúnan skilur og þú veist, hvað þetta eins og við líka áður nefndu við talað þetta og þú veist, hérna í bara öðrum samingjum einhvern veginn, þetta er svo sérstakt einhvern veginn, hvernig svona ég meina svona heimsveldirunni sem Austurríki var Austurríki Ungverjaland þú veist, þó það hafi ekki verið þú veist, það var að mörgu leyti sko til dæmis hernaðarlega vanmáttugt og svona þegar komið inn að framleiðslu svona, en þú veist þegar kemur að bara svona hlutverki á bara svona heimsviðinu þá var það algjörlega í hlutverki heimsveldis já. Og kannski ekkit ósvipað eins og við sjáum eins og með Rússland kannski skilur sem kannski veikt að mörgu leyti en auðvitað alltaf í þessu hlutverki sko fattarðu? Já. Þó svo efnahagurinn sé kannski minni heldur en hjá hinum stórveldunum sem það ber sér saman við sko já. og kannski hernaðarmátturinn veikar, ég veit það ekki en við sjáum eins og með Austurríki Ungverjaland skilur að og það er auðvitað saga fyrir sig sem ég held að vera mjög gaman að tala sérstaklega til dæmis Austurríki Ungverjaland í fyrir heimsstyrjöldinni nefndið þú ekki mig tímann hérna, það var mjög áhuga að vera hann eitthvað orusta þarna við rússana þarna í fyrir heimsstyrjöldinni sem enginn veit Já, og orustanum þetta Galísju sem er hluti af Úkraínu í dag af því að þú veist, Austurríki í rauninni er ekki hægt að segja það sko að þeir hafa basically bara tapa stríðinu bara þarna strax sko bara hausti 1914 basically sko Jú, það er nefnilega það sem þessi bók sko fjallar, hún heitir The Fall of Galicia fjallar það, þarna var svo mikið landbúnaðarsvæði til þess þarna misti Austurríki Ungverjaland mjög mikið af mikilvægum landbúnaðarlandsvæðum sem leittu til þess að þeir áttu mjög erfitt með að brauðfæða þjóðina plúsu þetta bara tap í mannafla og búnaði og slíkt Já að því þetta er auðvitað svolítið merkilegt svona í nútíma samhengi að, þú veist, að sjá þetta þannig skilur að þú veist, Þýskaland sko er stórveldi tapari fyrir heimsstyrjöldinni en er auðvitað svona hjartað í Þýskalandi er slær ennþá og þú veist og þeir ná að standa aftur upp á lappirnar og verða áfram stórveldi
þú veist, rússneska keisaradæmið í rauninni tapar líka fyrir heimsstyrjöldinni, þeir gefast upp og missa mikið land og svona en hjartað í Rússlandi ennþá þú veist megin landsvæði Rússlands ennþá saman og þeir ná náttúrulega aftur að rísa upp og eftir fall Sovétríkjanna þá gerist það sama skilur en síðan ertu með sko Ottomanveldið og Austurríki-Ungverjaland sem einhvern veginn sem bara gjörsamlega brotna saman og bara ekkert eftir og þá verður svo mikið tómarúm þar sem þessi lönd áður voru. En það er ekki svo áhugað, það er léttara fyrir okkur að sjá það í dag en þú veist, ok, ef við spólum núna fram í tíman og horfum við að setja í heimsstyrjöldina sko allan fyrir okkur sem horfum núna tilbaka þá það voðalega augljóst að ok, þú fjarlægir þetta Austurríki-Ungverjaland, þú býrð til tómarúm og býtu hver frá að fylla þetta tómarúm, það engin annar en Þýskaland að fara að gera það en það ekki tilvíðun síðan að Austurríki var innliman í Þýskaland, Ungverjaland var hluti af Öxulveldunum, Rúmeni og Búlgaría var hluti af Öxulveldunum, Júgóslavi reyndi eitthvað að berjast á móti en þeir voru náttúrulega brotnir bak aftur og lagt undir sig, þannig að þú veist allt þetta gamla Austurríki-Ungverjaland náttúrulega fjall bara undir. Það var bara hluti af Þýskalandi. En það voru þetta margir sem töluðu fyrir sko á millistríðsárunum, þú veist, þörfina á þessu intermarum sem var svona þörfin fyrir sko eitthvað svona bandalag eða eitthvað svona kerfi af þú veist, ef ekki ríkja þá allavega bandalag ríkja á milli intermarum, það er áttið með sko milli Eystrasaltsins og hvað Adriahafs eða Miðjarðarhafs þess að Pólland, Tékkóslóvakía, Austurríki basically það sem Austurríki, Ungverjaland og har til þess að vera sko mótpól á móti Þýskalandi og Rússlandi sko Einmitt. Og það er áhugavert að meira segja enn þann dag í dag að þú veist, Þýskaland í raun og veru dominerar Balkanskagan. Svo er oft sagt ég meina þetta náttúrulega þetta allt öll þessi ríki eru náttúrulega bara í viðtækus alþjóðlegu samstarfi efnaðarsamstarfi og hernaðarsamstarfi auðvitað á ég náttúrulega við bara efnaðarslega séð sko og þá náttúrulega þú veist auðvitað ræði Þýskaland ekkert yfir þeim hernaðarlega séð en það gerðist strax auðvitað á miðjans á millistríðsárunum að því að Þýskaland er svo stórt sko iðnaðarríki og iðnaðarstórveldi þá auðvitað sógust þessar þjóðir strax að Þýskalandi og þá þegar að Þýskaland á millistríðsárunum og sérstaklega seinni heimsstyrjöld vildi vera einmitt líka að sína sinn hernaðarmátt sem Þýskaland gerir ekki í dag. Nei. Það er augljóst að þegar þú ert háður þjóð svona efnaðarslega séð þá verður að háðum líka hernaðarlega leið ef svo sem stýrir þessu sambandi þá vill það. Þetta er svo bara með heiminn í dag þú veist, Bandaríkin stýraði hvað Evrópa gerir þú veist, allar Evrópuþjóðirnar sem eru styðjallins Úkraínustríði það gera það bara vegna þess að Bandaríkin voru að segja já, kveistar okkar, þið megi gefa þeim vopn við viljum að gefa þeim vopn ef Bandaríkin hefði sagt nei við því þá væri enginn að senda vopn til Úkraínu. Það er mitt en það er reyndar annað sem ég ætlaði að segja á þannig tengstu Habsborgaríkið, það er líka bara svo merkilegt bara svo stórt sögulegt sjokk auðvitað þegar svona ævafornt ríki hverfur af því að þú veist Habsborgara til dæmis ættin þú veist var á meðal elstu konungsætta í Evrópu og þú veist og þetta er í rauninni leifarnar af heila rómverska ríkinu sko algjörlega þetta ríki sko og er rosalega mikið svona prestige skilur sem að þú veist svona virðingarkapital sem að þeir voru bara að lifa á þannig að rétt fyrir heimsstyrjöldina sko sterk tengsl við katólsku kirkjuna og páfann og þú veist gerð tilkall til titla eins og konungur á Jerúsalem og þú veist allt miðalda báknið sko og miðalda svona menningar, virðingar kapitalið líka lífði náttúrulega alveg sko góðu lífi hjá Habsborgurunum þetta er svo að segir forn miðalda fjölskylda en síðan gerist þetta og þessi pangermanismi sem er svona þessi svona hugmyndafræði, svona þjóðnisleg hugmyndafræði í Austurríki sem að snýst náttúrulega að þú veist sameinast Þýskalandi þá það var auðvitað ekkert ný hugmynd nei hún hafði auðvitað alveg verið til áður en náttúrulega
kannski næri ekkert að vera neitt upp á yfirborðinu sko, þú veist, á tímum Habsborgara ríkisins. Nei. Og þá sko kemur þessi pangermanismin, þessi þjóðnisíkja, þetta er mér oft sagt, þú veist, það er þjóðnisíkjan sem að eðilega Austurríki-Ungverjalandi hafa með stundum sagt. Já. Að því að þú veist, þetta var orðið, þú veist, það var orðið svo sterk þjóðnisíkja hjá öllum slavnesku þjóðunum sem voru innan borðs. Og síðan sko þegar þetta hrynur þá var ekki mikið sko, veist, þetta eitthvað það en þú veist, það er ekki neitt sterkt ákallum eitthvað að fá keisaran aftur skilur, eða fá aftur þú veist, heldur verður þessi pangermanismi svolítið svona ofan á. Já. Sem svona aðalstefnan þarna í Austurríki eftir stríð. Það er satt áhugavert, ég var að lesa hans las nokkra bækur í tengslum við þetta. Já. Og ég veit ekki alveg sko, mér finnst það mjög erfitt að reyna að dæma það hversu sterkur var stuðningunum við Habsborgarana eða ekki. En svona sumar sem bóku sem ég var að lesa allan að sterklega að því að það hafi verið töluverður stuðningu við Habsborgarana. En engu að síður, Habsborgararnir börðust fyrir því að komast aftur. Og hann sem var réttborinn erfingi var útlægur og var gerður útlægur og hann mátti ekki snúa tilbaka nema hann myndi þá gera hvað kallast það, afkall til titilsins, myndi afsala sér titilum. Og hann vildi það ekki. Nei. Þannig að sko synir Frans Ferdinandar, þeir börðust fyrir því að Frans Ferdinand? Já. Þeir börðust mjög fyrir því sko að réttborinn erfingi, hérna ekki Otto Habsburg. Jú, var það ekki? Myndi sko snúa aftur og þeir, og sérstaklega sko eldri sonur hans, elsti sonur hans var að berjast mjög fyrir því. Það er dotti náttúrulega með núna hvað ég hétti, náttúrulega svo langt síðan ég las þetta, en þeir alltaf börðust mjög fyrir því. Þú svo tala syni Frans Ferdinand erkihertoga sem var skotin. Sem var skotin, já. Okay. Þeir börðust mjög fyrir því og sérstaklega sko eldri bróðurinn var mjög virkur í pólitík í Austurríki og það voru ákveðin kraftar sko í Austurríki sem voru að berjast fyrir því að endurreisa keisaradæmið og taka aftur við Habsburgurunum, en það gerðist aldrei, þannig að það er spurning sko af hverju gerðist það ekki. Litum enn svo á að það væri ekki nægur stuðningur í Austurríki. Að litla sig ég lesi það að ég gæti alveg trúa því að ef einhver pólitíkusinn, einhver stjórnmálamaðurinn hefði tekið meiri sko áhættu og pröfuð að keyra það í gegn, að það gæti alveg verið að það hefði gengið. Þetta er eins og með rússnesku byltinguna, meirhluti rússneska bændarísins var í raun og veru studdi í raun og veru Rómanovana og keisarafjölskylduna. Já. En þú veist, menn voru svangir og borgarastrið og allt skýtt og menn voru tilbúin að pröfa kannski hvernig þessi bolsjevismi myndi virka og ég held að Austurríki hafi verið svolítið þannig, þú veist, það var mjög skýtt óánægja almennt. Heyrðu, já, við getum alveg pröfa Habsborgarana aftur, ef það virkar ekki, jú, við getum alveg pröfa þennan nasisma sem að gera það gott í Þýskalandi, já, kannski getum við pröfað eitthvað annað. Mín tilfinning að fólk var voðalega mikið bara opið fyrir breytingum. Já. Og það verið svolítið þannig. Það er nefnilega áhugavert hvað er nefnilega börn Frans Ferdinandar, sérstaklega þar synir sem dótturnas líka, voru virklíka í öllu þessu og hvað þau tengjast líka Hitler. Því Adolf Hitler alveg sko fyrirlit Habsburgarana og hann hataði Austurríki-Ungverjaland. Já. Og sérstaklega Frans Ferdinand, vegna þess að það er líka svo mikil kaldhæfni örlögana að Frans Ferdinand, af öllum, að hann hafi verið drepinn af einhvern serbneskum þjóðurinn sinna og að það hafi leitt til þess að fyrir heimsstyrjöldina brotist út, því Frans Ferdinand vildi gera allt sem hann gat til þess að koma í veg fyrir annað stríð. Já. Og að mjög hallur undir slafa að ýmsu leyti. Já. Og til dæmis konan hans var sko tékknesk. Að tékkneskri aðalsætt og það allir maður svo liti til þess að hans, og þegar hann giftist henni, það voru hans börn sko útskúfuð frá Habsburgarafjölskyldunni og útskúfuð frá réttur þá til þess að erfa til dæmis einhverja titla sem hann bar og svona. Ok, að því hún var tékknesk. Og það var það ljótt og
og það allir mis að þegar þau voru jörðuð til dæmis, eða í kirkjunni þá þegar voru jörðuð að það var þannig sko að hans kista var aðeins hærri heldur en hennar kista þessu undirstrykja það sko að hann væri aðeins betri því hann var alvöru Habsborgari. En Hitler hataði Tékka líka alveg sko það hann var mjög slemt og það er auðvitað þess að við tölum þessi svona þjóðernis andstæður í Austurríki og Ungverjalandi þær voru orðnar mjög heitar og mjög miklar samber þetta sko og mjög til dæmis Frans Ferdinand ef einhver sem hann ég veit ekki hvort þessi ofstertan og orðið fyrirlitin allan, hann var mjög í andstöðu við Ungverja til dæmis og það var ekki vegna þess að hann var svo kannski á móti Ungverjum í sjálfu sér heldur vegna þess að Ungverjarnir voru svona mesta íhalds báknið í Austurríki Ungverjalandi. Ungverjar er náttúrulega Ungverjaland náði þó líka yfir Króatíu, náði yfir Slóvakíu og svona og ungverski aðallinn var alveg íhaldsamur og þeir vildu alls ekki sko gefa neitt eftir, þeir vildu ekki gefa Króatum eða Slóvökum eða Tékkum sko neitt frelsi þrátt fyrir að þeir voru búin að vinna ákveðin sko sjálfstæði fyrir sjálfa sig þeir vildu þess að þetta Austurríki Ungverjaland og vildu alls ekki að það myndi vinda meir upp á sig því Frans Ferdinand var meira svo opinn fyrir því að reyna að búa til sko eitthvað svona sambandsríki ég var mjög mikið til að taka fyrir Austurríki Ungverjaland bara taka sérstaklega þátt það fyrirbæri endilega og gaman að fjallum svona fyrirvinnandi ríki sem eru horfin en ef við skoðum aðeins aftur Austurríki þessi áhugi fyrir sameiningu við Þýskaland mér finnst hann líka sko þegar ég verið aðeins að skoða þetta mér finnst svolítið erfitt að setja fingurinn á nákvæmlega hversu mikill hann hefur verið að því sko þetta voru mismunandi flokkar á þinginu sumir stóðu bara fyrir þetta þessi stærstu flokkar gerðu það ekki en eins og sósíaldemókratar held ég að hafi alltaf verið svolítið opnið fyrir því hvort þið stóðu beinlínis fyrir eða ekki, manstu það? Ég stóðum ekki fyrir því en ég held að hluti þeirra voru svona alveg hluti þeirra sem kusu sósíaldemókrata voru opnið fyrir því en sósíaldemókratarnir sjálfur vildu hann ekki endilega en það var líka að þeir voru svo kaþólskir sósíaldemókratar hafa þetta voru oft líka á millistríðsárunum alltaf svona alþjóðlega sinnaðir skilur ég meina svo til dæmis hérna á Íslandi skilur helstu svona norðurlanda sinnarnir og þessu voru svona mest vinnveitti dönum og svona það voru alþjóð flokksmenn sko og þú veist þessi voru á bakvið þarna í norræna félaginu og svona þetta voru oft alþjóð flokksmenn og svona einmitt en sko það voru gerðar framkvæmdar sko þjóðaratkvæðagreiðslur í 2 fylkjum eða héruðum og núna aftur svolítið langt síðan að við vorum síðan ég var að lesa þetta því við ætluðum að taka upp þennan þátt fyrir nokkrum vikum síðan en það var held ég í Salzburg getur það ekki verið og Tyrol eða hvernig sem þetta var í mandi ekki það var voru allavega þjóðaratkvæðagreiðslur sem voru haldnar mjög fljótlega eftir 1918 það sem alveg bara yfirgnæfandi meirihluti kýs að sameinast Þýskalandi þó svo þetta hef ekki verið neitt bindandi neitt sko, þetta hefur kannski verið meiri svo skoðanakannanir eitthvað álíka sko einmitt og þetta var alveg í þú veist, ég held að þetta hefur verið alveg komið í sko, þú veist í menntakerfið og í opinberri umræðu og svona á millistríðsárunum var þetta, eða þú veist á fyrirhlutanum þá voru menn að agitera svolítið fyrir þessu og það er líka skiljanlegt ef maður hugsa út í þessa sko þessa gömlu rætur þessa ákveðna ég veit ekki hvort við kalla þetta Þýskalands vanda í það að Þýskaland alltaf var svo lengi það tók svo langan tíma fyrir Þýskaland að verða þjóðríki og hvort sem maður líkar að betur að verða þannig eru öll ríki í heiminum í dag eru þjóðríki einhverju leyti það er bara standardmódelið öll ríki eru þjóðríki svo getur maður skilgreint út að hvað er þjóðríki og við erum með eins og Bandaríkina sem voru með svona þessi borgarlegt þjóðríki það skiptir ekki máli þótt sér frá Filippseyjum upprunanlega eða frá Írlandi ef þú flyttur Bandaríkjanna og tekur upp bandaríska menningu og talar ensku og ert bandarísku borgari þá ertu tilheyrir þessu þá Bandaríkjónum, þá ertu bandaríkjamaður
Það alveg líka þannig í Evrópu. Já, en þú veist, í Evrópu samt meira, það sé alltaf sterkari líka að alltaf munur á ensku þannig að sko svona, hvað kallaði maður það alltaf þú veist, nationalism og svona civic nationalism svona borgarleg þjóðernishyggja eitthvað, maður getur mögulega að kalla það sem slíkt, en þú veist, öll ríki í Evrópu náttúrulega er í grunninn náttúrulega þjóðríki byggð á þá bæði, ef maður nota þá byggð á tungumálum, menningu, sögu og slíkt, þú veist, eins og í Noregi tölum við norsku, 1000 ára þjóðríki og náttúrulega öll ríki í heiminum í dag eru svona einhverju leyti. Það alveg rétt sko, og upprunalega þetta eru þessi, en til mér bara þetta bara hártóðan sko, en eins og bara eins og með, þú veist, þegar innflytjendur voru komið til Íslands skilur á, þú veist, 8. áratugnum og 7. áratugnum, þá þurftu þeir að það var gerð svo krafa að þeir myndu læra íslensku og taka upp íslenskt nafn og svona sko. Einmitt. Á meðan sko, þú veist, í dag erum við ekki að gera þannig séð neina lagalega kröfu til innflytjenda að þeir gangist við menningu þjóðríkisins, heldur er bara að gera svo krafa að þeir sko aðhyllist þessi lýðræðislegu frjálslyndu gildi, þannig að þú veist, þannig sé rauninni eru þjóðríkin í Evrópu í dag byggð upp á þessum frjálslyndu gildum frekar heldur en menningu sko. Algjörlega, og það einmitt mjög áhugavert að það náttúrulega, þú veist, alveg bara spánýtt fyrirbrigði, þú getur verið með einhvern svona ríki. Já. Og þú veist, þetta alveg glænýtt í mannkynssöguna að þetta sé einhvern veginn sko paradigmin og standardin sem við höldum upp í dag, og þess vegna náttúrulega skilum maður betur eða mikilvægt að reyna að skilja það þá að þegar þú ert að tala þú veist, hvað Austurríki árið 1918, svona hugmyndir náttúrulega er ekki til, þannig að þá náttúrulega bara ennþá þessar gömlu hugmyndir, þú veist, það tungumálið, þú veist, það sagan, þú veist, það blóðið ef við notum það orð, alveg saman hvað maður finnst það óþægilegt eða ekki, og þá náttúrulega var það þannig að meirhluti austurríkismanna leit á sig sem þá eitthvað svona þjóðverja og vildi þá vera hluta af þessu þó þýska þjóðríki. Já. Þetta þess að líka þannig að maður sér sko að það áhugavert að just núna hoppum við hans fram að þegar síðan Þýskalandi þá innlimaði Austurríki á sínum tíma þá var nú alveg megin þorri alveg sko yfirgnefandi meiri hluti Austurríkismanna sem fögnuð því. Já, sko við höfum öll séð myndirnar af því þegar þú veist Hitler kemur á bílnum og allir eru alveg bara með blóminn og fánana og svona. Já. En svo þetta alltaf verið sagt sko, ég meina, þú veist, að hversu miklu leit þetta propaganda og svona. Ég held að það fljótt að vera sammála það að þetta hafi verið mikil stuðningu við þetta. En auðvitað kemur auðvitað nasismin inn í þetta sem að auðvitað ekki allir voru hlindir. Nei. En sko, ef við skoðum aðeins nasismin sko, sko nasista sko hreyfingin í rauninni í Austurríki er alveg mjög gömul og hún er í rauninni álíka gömul og nasista hreyfingin í Þýskalandi. Og ég veit ekki alveg sko, ég held að það sé mjög áhugavert að kanna sko, þú veist, rætur þessarar hugmyndafræði í Austurríki. Já. Vegna þess að sko, ég held að mér sé svo hugtaki þjóðernisósíalismi sko. Þú veist, það var farið að nota það í Austurríki sko fyrir þú veist, áður en nasistaflokkurinn í Þýskalandi kemur fram, þá er þetta ekki að segja að það hefur verið nasistaflokkur eins og við þekkjum hann, en hugmyndin sko að vera með sósíalisma sem er sértengdu við þjóðernið, að það var komið fram í Austurríki vegna þess að því að þjóðernis andstæðurnar voru svo stórar fyrir fall Austurríkis Ungverjalands. Einmitt. Að þá var verkalýðshreyfingin að miklu leyti búin að klofna eftir þjóðernislínum. Já. Og það var búið að stofna flokk sem að hét sko, þú veist, Deutsche Arbeiterpartei eða eitthvað svoleiðis, sem er rauninni sko þjóðernisósíalískur flokkur, þannig séð sko, þú veist, frá orðsins fyllstu merkingu sko. Já. Og það mjög svo áhugavert eins og með Hitler, ástæðan fyrir því að Hitler barðist fyrir Þýskalandi fyrir heimsstyrjöld. Það var svo að hann flúði frá Austurríki Ungverjalandi og neitaði gegn herskyldu þar vegna þess að hans þjóðernishyggja var svo sterk að hann neitaði að berjast fyrir þetta fjölmenningaríki sem Austurríki Ungverjaland. Já. Og kaust á að berjast fyrir þjóðríki Þýskaland og barðist þar og þjónaði þá með heiðri og vann til orðna og allt það. En
enn fremur líka til þess að þú segja, þú veist, jú, þjóðveldin sósíalismin á okkur rætur þarna rekja og ekki minnst sko, gyðingahatri og gyðingaandúðin var gífurlega sterkt í Austurríki. Nákvæmlega, og ég ætla einmitt að fara að segja það því að sko, mér langar að mitt að spá í sko austuríska rætur nasismans, af því að það oft svolítið spólaði yfir það kannski svona í bara svona framhjálöpi að þetta Adolf Hitler náttúrulega austuríkismæður, skilur Já, fættur upp alinn Já, og þú veist að maður stoppar að hugsa út í bara svona, þú veist, umhverfi sem hann að vaksa upp í þú veist, hann heimilislaus á götum Vínar situr hann alveg ríður og blótar og hatar þessar, þú veist, gyðingar sem eru einn allstaðar og þú veist Habsborgarna sem að vinna með þeim og allt þetta og þetta svona þetta umhverfi sem að hann kemur frá sko og hann alltaf kemur hann auðvitað til þú veist München og þú veist og það auðvitað önnur saga hvernig síðan nasistaflokkurinn verður til 1920 og svo kemur auðvitað hann og hefur mjög sterk áhrif á þann flokk bara hans persónlegu áhrif sko þau séu alveg svolítið sterk sko og fljótlega eftir að sko nasista hreyfingin komin að stað í Þýskalandi að þá komið systur samtök í Austurríki sko og þá það auðvitað hjá þeim á dagskráni að sameinast Þýskalandi og það bara hluti af þeirri stjórnmála blokk sko sem að á þeim buxunum sko einmitt en þetta var alveg rosalega sterkt gyðingahattur þarna og við komum aðeins betur að því kannski eftir með sko hlut Austurríkis í seinni heimsstyrjöldina og helförun og svona en það auðvitað því ekkert að neita held ég að sko að þú veist, það ekki rétt hjá mér að þú veist, þessi antisemitismi hafi verið sko sterkari í Suður-Þýskaland og Austurríki heldur en til dæmis í Norður-Þýskalandi sko. Jú, en það líka hangir líka saman með því að það var svo mikið af gyðingum í Austurríki og þú sér það allir með salvi að til dæmis að maður horfur í Ítalíu og sko gyðingahatri var mjög lítið í Ítalíu og allir með Ítalíu eitt af þeim ríkjum þar sem að flesti gyðingar hlutfarslega sé að lifðu af seinni heimsstyrjöld og helföruna og þess að Mussolini og fastatni drógu lappirnar eins og að gátu og hafði verið engan áhuga á því að taka upp einhverju gyðingaofsóknir og það er áhugavert að í byrjun ítalska fastaflokksins voru gyðingar hlutfallslega töluvert margir eða hlutfallslega voru mjög margir í ítalska fastaflokknum en það hangir líka saman að það voru lengi gyðingar í Ítalíu á meðan þessi Austurríki að sko þarna á millistríðsárunum ef mann rétt sko 50% öllum læknum í Vínarborg voru gyðingar og eins í Ungverjalandi Budapest 50-60% öllum lögfræðingum voru gyðingar þannig að sko gyðingar voru hlutfallslega réður ákveðnum stéttum og það heldur ekkert óeðlilegt því það ekki þannig sko, raunveruleikin ekki þannig að menn séu hlutfallslega jafn margir allstaðar þetta eins og það horfur bara á skemmtæniðina í Bandaríkjunum eða íþróttir í Bandaríkjunum svartir ekki hlutfallslega jafn margir í skemmtæniðinanum og þeir eru raunverulega í Bandaríkjunum það til dæmis að þú myndir horfa út frá bíómyndum í Bandaríkjunum horfa á Hollywood og allt þetta eða skoðar tónlist eða hvað það þá myndir maður ímynda sér að svartir var hlutfallslega margfalt fleiri heldur en raun og veru eru en þeir ekki nema 12% af íbúafjölda Bandaríkjana og horfir eiginlega á þú veist hversu margir stórleikarar eru ekki leikið í Hollywood Will Smith eða Wesley Snipes eða Morgan Freeman þú veist bara endalaust bara flottum svörtum leikurum sem að gera það mjög vel eða tónlistinni með fullt af tónlistamönnum sem að mala gull bókstaflega og það er alltaf vegna þess að það þannig að hlutfarslega þá eru ákveðnir hópar sem kannski sérhæfa sig í einhverju eða gera það mjög vel í einhverju og þannig hefur við með gyðinga eða allir með Indverja í Suður-Afríku og Kenía áður fyrir eða fólk frá Líbanon í Brasilíu og svona allir bjór í heiminum og fer til Brasilíu eða Mexíkó eða Kína stærstu heldur bjórmerkin þetta allt þjóðverjar sem stofnuðu þetta á sínum tíma það var 19. öld til dæmis og það var allir eins með Austurríki og Ungverjaland að gyðingar
já, voru mjög áhrifamiklir og stýrðu ákveðnum stéttum eins og til dæmis læknisfræði, tilviljun að Sigmund Freud sem var gyðingur og í geðlækningum og allt þetta og þetta náttúrulega var svo mikið mylla eða sett vatn á myllu nasismans og gyðinga hatara og gyðinga andúður og þarna sérðu hóp sem var að gera það gott að ýmsu leyti og þá náttúrulega kemur öfundin og hatrið og allt þetta. Þetta auðvitað alltaf nefnt sko þegar vera, þú veist, útskýra bara gyðinga andúðina í Evrópu almennt sem var náttúrulega auðvitað viðsvegar, ekkert bara í Austurríki en auðvitað mjög sterk í Austur-Evrópu líka og í Frakklandi og Þýskalandi og annars staðar og þú veist, og það alltaf sagt, skiluru hver ástæðan fyrir þessu að því að okkur finnst þetta svo skrítið í dag að hattast svona í einhvern þjóðfélagshópi sko. En þá er þetta alltaf nefnt að ég meina þeir voru áberandi til dæmis í bankastar sem fjármálastar sem og svona Einmitt. Og svo ekki minnst náttúrulega fyrir til dæmis þennan upprennandi listamann Adolf Hitler sem ekki komst inn í listaakademíuna í Vínarborg það var mikið gyðingum sem voru þar og þeir, samkvæmt honum þá náttúrulega brúðu fyrir hann fæti þannig að það er allavega svona hluti náttúrulega líka sem spila inn í þetta og það er náttúrulega sérstaklega áhugavert með þessi mikla gyðingaandu og það sjá Mendelin með salvi að það allir með eitthvað sem hann lærði í Vínarborg á sínum árum þar og það er maður með fyrirmyndir sem einhverju borgarstjóra hvort það var ekki til dæmis í Vínarborg og öðrum svona stórborgum í Austurríki þar sem að sko orðræða Hitlers verið bara tekin beint frá þeim og þá sér maður einmitt sko þessar sko gömlu rætur gyðingahatursins og það er einmitt hlutaði líka þá haturinn í garð Habsborgarna því að Habsborgarnir voru sérstaklega að verja gyðinga sem endur áhugavert að það er endur evrópskt fyrirbrigði að það voru oft sko keisarafjölskyldar eða konungsfjölskyldar eða valdafjölskyldur einhvers konar sem voru oft að verja gyðinga sem ákveði minnluthóp og sér þetta líka til dæmis í hinu heila rómverska keisaradæmi það voru furstar eða biskupar eða eitthvað slíkt sem var svona að halda verndarvæng yfir gyðinga gegn þá oft þá líðinum trilltum skríl eins og hann Alfíðu krossferi sem var eins og það var náttúrulega alveg sko en herru, Austurríki sko þessi nasistar sko þeir nefnilega, og við sjáum það þarna þegar að fyrir að líða á 3. áratuginn og þá er það svolítið svipað og gerist í Þýskalandi að þú veist að það byrjar mjög illa efnagskreppa skilur þessi óðaverbulga 1921, 22, 3 og þegar að það gengur illa þá er svona undiralda einhverja svona óanægju og þá sjáum við hennan pangermanisma og svona og svo koma þessi góðu ár á 3. áratugnum í rauninni svona svipaði sem við sjáum í Þýskalandi sko. Það er gullaldar ár Weimar-lýðveldisins einhvern veginn þegar the roaring 20s og svona sem að endar síðan þetta með hvað heitir það 1929 kreppunni miklu já og hún er ekki orðið sem ég var að leitað fjármálahruninu á Wall Street sem að kerir í gang kreppuna miklu og hún alltaf rammar mjög illa sko Austurríki og þá eins og í Þýskalandi eykst sko stuðningu við nasista og nasistar voru búin að sækja rosalega í sig veðrið þegar kemur fram á 1930 nákvæmlega eins og í Þýskalandi við getum skoða líka kosningatölur sem sína ég held að sér reyndar ekki margar frjálsa kosningar sem að þeir náðu að taka þátt í en síðan kemur nefnilega að svolítið merkilegum atburði sem er valdarán Dollfuss og Austurríki verður árið 1934 að svona einræðisríki hálfgerðu oft kallað fasistaríki sem er svona kannski svolítið svona sögulegt fyrirbrigði sem er áhugavert að taka aðeins á og hvernig þetta þróast og hvaða hlutverki þetta hafði að gegna
og hann Engilbert Dollfuss nefnilega var mjög áhugaverð einstaklingur Einmitt. og mér var nefnilega sérstætt sko því ég verði ekki það áður en ég byrjaði að kynna mér það þá sá ég alltaf fyrir mig að Austurríki hefði verið bara svona einhvers konar fastaríki Já. og hann hafði verið einhvern veginn svona ef ekki fasisti þá kannski protofasisti en einhvern veginn svona fasistalegur en ég verður að segja ég að skipta svo skoðun eftir að ég byrja að kynna mér þetta og mér sýnist þann Engilbert Dollfuss meira hafa verið sko einræðisherra auðvitað en samt sko ástæðan fyrir því okkur maður getur kannski litið á hans fasta var meira svo að hann spilaði á kannski svona fasista orðræðu sem var vinsæl á sínum tíma á meðan að í raun og veru var hann sko íhaldsamur kaþóliki sem vildi einhvern veginn halda á lofti svona hvað að segja svona miðalda hugmyndafræði þessi, hvað köllum við þetta á íslensku svona gildi eða þannig svona laug eins og það kallast á norsku þessi félagsskapur iðnmanna sem var svona lokaður félagsskapur um miðöldum hvað kallast þetta? Gildi Er það gildi? Nei, ég veit ekki Svona gild á ensku Já, gildi sko en korporatismi yfirleitt hugtaki sem að nota þessa Já, og hann spilar náttúrulega mikið á þessu miðaldahugmynd hann er sko með sko samblanda það sem að sko þeir sem eru vinnarlega sem múrarar eru líka að vinna með ríkisvaldinu sko eru að hafa áhrif líka á það hvernig þeir vinna sem múrarar eða að segja að þeir sem eru í verksmiðunni hafa líka eitthvað að segja verksmiðuna það er ekki gengið sem öfgar svo kommunismin þar sem að hvað við segja, það sem að tæknilega það sem að þeir segja að ríkið sem er alltaf þá fólkið eigi verksmiðuna, þú veist, the means of production og allt það, en það er einhvern veginn svona samspil á milli verkaðalýsins og eiganda verksmiðunar og ríkisvaldins, það er svolítið þessi korporativismi. Sko, þetta var merkilega atburðarás og þetta er verið svona hálfgerð svona krísa líka, þetta er svona svolítið svo væmarlýðveldið gekk í gegnum svona krísu líka, sko, á þessum tíma, svona kringum 1930 sem við sjáum þetta endar með valdatökuna nasista 1933 veist, og það sem að gerist þetta fólk missir einhvern veginn svona trú á lýðræðið þannig séð og fer að kjósa þessa nasista sem er að lofa gull og grænum skóum nú eða kommunista sem er að lofa gull og grænum skóum líka og bara þetta skjótt inn sko í sumillu þessum iðnaðar borgum og bæjum þá var það líka sko 100% atvinnuleysi það var bara sko geigvænlegt atvinnuleysi og Austurríkið var bara svolítið svipað på teiningnum það var efnahagskrísa nasista voru að sækja sér veðrið og þú ert með þessa tvo stóru flokka sem eru svona eins og gengur gerist í svona lýðræðisríkjum að skiptast á að vera í ríkisstjórn það er kristilegi sósíalistar og síðan sósíaldemókratar og Dollfuss sko tekur við í þessum kristilega sósíalistaflokki og svo gerist þarna atburðar sem við þurfum kannski að fara í smáatriði í sko þarna 1934 sem að er alveg magna hvernig sko hvernig hann og flokkurinn sko tekst sko bara einhvern veginn að leggja niður því að þingið leggur sjálft sér niður í rauninni það verður einhver svona stjórnmála krísa og menn ná ekki að vera sammála neitt nei. og það enda með því sko að forseti þingsins einhvern veginn leggur niður þingi og svona við þurfum ekki að fara í details í því en basically það sem gerist er að þingræði er aflagt og þeir koma með nýja stjórnarskrá þeir sameinast svolítið, ganga svolítið svona join forces með þessum Heimwehr var svona öfgahægri samtök í Austurríki sem að voru vopnaðir og svona samtök sem áirunni svolítið svona hliðstæðu við Freikorps í Þýskalandi þetta voru svona fyrrverandi hermenn mikli þjóðurni sinnar voru ekki Heimwehr einmitt nei, voru þeir það? Jú, margir en voru það Já, þannig að sko kristilegi sósíalistar Heimwehr og fleiri flokkar þeir sem sagt taka sér saman stofna svona samsteypu flokk eða bandalag sem heitir Fæterlandische Front og kom með nýja stjórnarskrá 1934 eftir stutt svona sem hefur verið kallað borgarastyrjöld og koma á einræðisríki, einflokksríki það er unni bara þessi
föðurlands fylkingin sem að ræður ríkjum og bannar allar aðra flokka eða bannar sko, þannig að það var enga fleiri kosningar og ég var alveg séð því fleikt fram sko, til þess að ef það hefði verið kosningar hann að 1934-5 þá hefði við séð í rauninni bara sama gerast eins og í Þýskalandi að nasistar hefðu bara hrifsa völdin sko, með lýðræðislegum hætti þannig að í rauninni sjáum við svona ákveð alternatív sko við Þýskadæmið hvað hefði gerst sko ef að sko þessi hefðbundnu íhaldsöfl í Þýskalandi sem vildu ekki nasisma ef þau hefðu tekið sér saman og myndað eitthvað svona hefðbundi einræðisríki og bannað nasista sko það er allir sem algjörlega og það er allir áhverð þess að meðan Dollfuss að hann alltaf var mjög á móti nasismannum og það allir sem hann stóð sérstaklega allir í Austurríki það allir var sko andkaþólskan og andkristnin í nasistafloknum en nasismin er samt svo flóki fyrirbrigði því sko þú varst bæði með nasista sem voru mjög andkristnir en þú varst líka með nasista sem voru mjög kristnir að einhver leiti hvort þau voru það mótmælendur eða kaþólikar en þetta er eins og bara með út í búið þetta saman með svona stjórnmálflokki í dag eitthvað sem kýs Vinstri græna eða sjálfstæðisflokki eða framsókn eða hvað það er enginn sem er sammála öllu sem flokkur stendur fyrir nei. En það er alltaf spurning sko hvað er þau tilbúin að semja eða gefa aðeins eftir og svo velur þann flokk sem finnst kannski vera svona skömminni skást og það stóðu náttúrulega mjög mikið í mörgum Austurríkismönnum þegar Austurríki-Ungverjalandi náttúrulega líka var þetta gamla ríki sem náttúrulega hélt volum ekki kaþólskunni uppi héldun uppi í þeim skilningi var sko verndari páfadæmis og verndari Vatikansins verndari kaþólsku kirkjunar þannig að sko kaþólska kirkjan sá mikið þess að mennta starfsemi í Austurríki-Ungverjalandi rak skóla og slíkt og gerði það líka mikið í Austurríki undir Dollfussi og þetta er áhugavert að ég las bókuminn á Dollfuss það sem hann er sko bara dýrlingur þetta er bara eitthvað þvílíkt mærðarrit það sem honum er lýst sem algjörum dýrlingi það sem hann barði svo hattramlega fyrir kaþólskuna mjög áhugaverð lesning og þá er einmitt þannig sko að þrátt fyrir að Austurríkismenn hefðu verið kaþólikar að þá náttúrulega þegar þú ert atvinnulaus þeir andum kirkjunni þín og svona andum trúna en þú ert atvinnulaus Austurríki er askoti skít lítið að tækifærum börnin að svelta þá svona, herðu, þetta lýðræðisdæmi er ekki búið að virka fyrir okkur já, þessi stórflokkar þeir eru bara búin að svíkja okkur í Þýskalandi er blúsandi uppgangur já, strákar, ef við kannski að prúfa þennan nasisma er eitthvað vitt í þessu mér tilfinningi að vera svolítið þannig já svolítið eins og sást líka bara í Íslandi eftir það eru ekki nasistar út á Íslandi en eftir til dæmis fjármálahrunið fólk fekku þetta, margir fengur náttúrulega voru mikið nóg af þessum gömlu flokkum og voru svona, heyrðu, við ekki að pröfa að kjósa eitthvað annað bara til þess að gefa allum hinnum fingurinn kjósum Jógnar eins og Jógnar og besti flokkurinn eða Björt framtíð og allt þetta og ég held að sé nýtsamlega að setja þetta svolítið í svona samhengi þá til þess að reyna að skilja þetta Já, þetta er örugglega alveg rétt sko en mjög góð punktur þetta með þessa með Dollfuss sem er hann svona kaþólska dýrling ég held að honum hafi verið hann hefur verið sko það voru messumar og það voru myndir á honum í kirkjum og það var reynda búið til svolítið svona cult of personality í kringum hann og það sem var rosalega beintengt við kaþólskuna en svona til þess að sko áður við ræðum þetta bara aðeins að fara yfir sko því að síðan það sem að gerist þarna er það sko að hann tekur mjög hart á sósíalistum til dæmis og sósíalistar eru handteknir og sósíalistar eru drepnir og þetta er auðvitað eitthvað sem að sko situr þetta mjög í fólki náttúrulega þú veist þarna ertu með ríkisstjórn sem að handtekur og drepur fólk og sem er þá bara dæmi harðstjórn þannig séð þó svo þeir hafa barist líka gegn nasistum sem okkur fyrst vera réttlætanlegt náttúrulega í ljósi sögunar en þeir gerðu það og eiga það á samviskunni þeir koma síðan á þessu einræðisríki nasistar eru náttúrulega odnir mjög harðvígugir sko og austuríski nasistar eru sko
allt önnur skepna heldur en þýskir nasistar vegna þess að austurrískir nasistar eru underground, þeir eru bannaðir og þeir eru ekki í lýðræðislegri baráttu á þessum tímapunkti eins og þeir eru í Þýskalandi, heldur eru þeir í vopnaðri baráttu, þeir eru að fremja hryðjuverk og þeir eru að fremja launmorð og þeir eru að sprengja lögreglustöðvar og annað álíka og þeir myrða Dollfuss og þetta allt skipulagt sko meira og minna frá München skilurðu, þetta algjörlega svona 5. herdeldin bara eins og hún á að vera sko. Það er svona flækir þetta allt þannig, allt þetta að maður svona, nú ekki fara að verja Dollfuss og hans stjórn en það svo setur þetta í samhengi að þú ert með svona hvað segja, svona öfluga svona 5. herdeldi innan ríkisins sem hreinlega bókstaflega að grafa undan ríkinu og reyna að vega í ríkinu svo geti til þess að saman þess stóra ríkinu sem fyrir norðan því og þá það auðvitað stór hluti ástæðan af hverju Dollfuss og þessi íhaldsöflu í Austurríki börðust og hattaraflega fyrir því að reyna að halda aftur af þessum hreyfingum. Algjörlega, og síðan alltaf þetta 1934 þá Dollfuss myrtur og Schuschnigg tekur við og Schuschnigg átti síðan eftir að stjórna þarna föðurlandsfylkingunni og þessu korporatíska eða austrofasíska ríki fram að sameiningunni við Þýskaland og þetta átti bara eftir að halda svolítið svona áfram, þannig að það svolítið svona þessi sögulegi rammi en það sem að svo marga spurningar í kringum þetta og í kringum sagnaritunana þetta og svona sko fyrsta lagi þá þetta sko, var þetta fasistaríki var þetta fasismi eða var þetta eitthvað annað og það hluti af þessu svona sagfræðilega debatti sem menn hafa verið að taka eðli þessa ríkis og síðan það þetta bara svona hvaða sess ætlum við að setja þetta ríki eða þessa ríkistjórn kannski öllu heldur í sögunni því að það hefur þetta verið barist hatramlega það í Austurríki hvernig við ætlum að líta á þessa ríkistjórn, ég menna ætlum við að líta á hana sem einræðisríki sem að beitir þegna sína harðræði og fangelsar pólitíska andstæðinga og þar af leiðandi ætlum við að líta á þetta sem eitthvað neikvætt sem að var til dæmis það sem að fólk á vinstri vægnum í Austurríki hefur haft tendens til að gera eftir stríð á meðan sko fólk á hægri vægnum hafa frekar kannski eða ákveðni flokkar eða flokkur eða ekki þessi ÖV og þessi sem lengst til hægri ég er ekki mesti bestað mér í austurískum stjórnmálum Nei, ég heldur ekki margir sem verður vel að segja því en sem að menn hafa þá verið einmitt að líta á þetta svolítið svona, þeir voru þó allavega sko að berjast fram í dauðan gegn nasismanum og náðu að koma í veg fyrir að Austurríki varð að nasistaríki í nokkur ár og svo fléttast þeim inn í það líka, þú veist, eins og við höfum nú talað það áður og hlegið svolítið að því, Austurríki fyrsta fórnarlamb Þýskalands eða ekki svo ertu þetta með það sem sem svona þessi sögulega sín sem Austurríkismenn hafa búið sér til með þessu fyrsta fórnarlambi og það er alveg komið svolítið undan ábyrgð úr seinni heimsstyrjöldinni. Það er líka annað sem ég langar að ræða eftir en mér langar að vita hvað þér finnst spurninguna sko, að því að það hefur verið talað það hefur notað hugtaki ständestat sem þýðir svona stéttaríki það hefur verið hugtak sem hefur verið notað þetta ríki og síðan hefur notað orðið ostrofasismi eða austuríkisfasismi sem sérstakt hugtak. Varðandi þetta sko, ég persónulega lít á Austurríki á millistarunum sem svona stendestat og ég myndi ekki nota orðið fasismi yfir hvorki Austurríki né hann Dollfuss eða hann Schuschnigg Nei,
ég lít frekar á þá sem mitt sko eitthvað svona já, hvað við kalla það, nútíma það var alltaf á sínum tíma, náttúrulega mittist í þetta árunum sem nútíma íhalds fyrirbrigði með rætur þá í kaþólskunni að Austurríki Ungverjaland hafi þarna brotnað og liðast í sundur og sem hafi þá nota það menningarlega kapital sem þeir höfðu og á þessum tíma náttúrulega var svona fasísk orðræða mjög vinsælt að þeir sjá það að fólki mjög hart undir fasisma og spila þess svona á svona fasíska orðræðu og þess vegna getur maður á svona yfirborðskendan hátt litið á það sem fasista. Þeir náttúrulega notuðu viljandi fasíska symbolík. Já. Það að segja svona þú veist svona fánar og svona herdýrkun, valdstýrkun. Já, fóringja hugmyndafræði eitthvað svona. Já, einmitt. En svo það auðvitað líka kannski spurningin hvort það sé kannski svolítið óljóst kannski svolítið hvað fasismi Algjörlega, og það er góð spurning. Ég ber þetta svolítið saman við nú verður fólk að miskilja mig rétt eins og maður segir í Noregi. Kristniboð. Það er svo áhugavert ef allar kristni einhverja þjóð þá notar það sem til nú þegar. Þú pakkar þessu inn í skiljanlegt fyrirbrigði. Þú nota gömlu musterin, þú nota gömlu orðin, þú reynir að gera það skiljanlegt á þann hátt. Þú kemur ekki bara einhver nýtt hugtak sem enginn skilur og enginn veit hvað þýðir, þú veist, það er allir sleppt í að tala og það er alltaf eins með Dolfus og félaga að þeir nota það þess að þjóðernishyggju sem vinsæl þó að þeir sjálfir held ég hafi verið kristnir og mjög uppteknir af jafnvel einhverjum svona kristnir alþjóðahyggju til þess að ekki glemma því Dolfus lærði til guðfræði og ætlaði sig upp að vera prestur. Já, það sem allir í pólitíkin sem var að keyra hvað var það til dæmis stöðu kirkjunar í Austurríki það var mjög upptekinn að verja kirkjuna, kirkjana en það hafi gífur á sterkar stöðu þegar koma menntakerfi og það voru sterk tengsli Vatikanið og allan slíkt en já, notaði samt síðan líka þjóðernis orðræðuna. Sko þeir notuðu það er hérna Ernst Hanisch sem sagfræðingur sem að segir hérna þetta hafi verið einræðisstjórn í fasista líki með svona fascist impersonation at best it was a semi-fascist authoritarian dictatorship. Já. Og það er kannski stundum svona eitthvað skona þannig sem þetta hefur verið lífst en það er auðvitað líka spurningin með og hugtakanótkun, ég meina þú veist fasismi auðvitað er eitthvað sem að kemur frá Ítalíu og við notum þess að tala ítalska fasista flokkin síðan hafa menn auðvitað oft svona kannski til einföldunar talað þú veist Pólland Austurríki, Ungverjaland Ungverjaland og Austurríki á millistríðsárunum Spán, Portúgal þú veist, og jafnvel stjórnir í Suður-Ameríku, þú veist, gríska juntan, þú veist, þetta orð hefur mist svolítið mikið gildi sitt þegar það verið að fara að stimpla alla hægri sinnaðar einræðistjórnir bara sem fasista Einmitt, já. Það er svolítið tendensin og kannski er það kannski svolítið svona veist, bara svona hugsa upp á þetta hvort að það geti verið kannski eitthvað svona eftirstríðs að annars vegar í vesturinu þá viljum við mála alla óvinu okkar sem svona eitthvað monolíta eins og við gerum með kommunistaríkin í kalda stríðinu Einmitt. Og síðan hins vegar þá frá vinstri hliðinni að sósíalistar og þú veist eða eins og í marxismann kemur hugmyndin af fasismi sé efsta stig kapitalismans og höfuð andstæðingur kommunismans eða marxismans eða sósíalismans þannig að þú veist fólk sem vinstra megin vill oft kalla hægri sinnar einræðisstjórnir bara fasista en þetta er alveg fólk sem kallar Donald Trump fasista og svona sem ég kannski svolítið svona en hérna það er á rétt hjá þess að náttúrulega missir þetta voru mikið gildsitt þetta er svo bara með þetta er sami kommunismann þú veist sovjasku kommunismi og kínversku kommunismi er náttúrulega tvö gjör ólík fyrirbrigði og það er náttúrulega ekkert nema bara í besta falli einföldun og segja bæði séu kommunistar
já. Hvað þá bætt við norðurkóreskum kommunisma og kúberskum kommunisma og það var alltaf eins með fasismann. Ég vil líka stundum hugsa þetta út í sko, út með hennan hægri vinstri skala sem þú ert með sko vinstri sem upprunalega sko, þú veist, þeir sem sátu vinstra með við kóngin hérna í frönsku byltingunni sem að, þú veist, það var vinstrið rauninni skali þess fólk sem að vill sko félagslega breytingar til handa þeirra sem minna mega sín í samfélaginu og hægrið þá þeir sem vilja sko standa gegn þessum breytingum og íhaldi vill sko fara hægt í það meðan afturhaldi vill berjast gegn því afturhald er að segja reaksjón og síðan getur þú kannski sett í þennan flokk þá reaksjón sko, þú veist, fasistaflokkinu í Ítalíu, þú getur sett til dæmis þetta ríki en síðan kemur líka með þetta element inn í þetta sem að sem þú hefur stundum nefnt þetta sem eru alveg rétt líka, þú veist, að fasistar og nasistar voru þetta byltingar sinnar á sama tíma og hefðu kannski ekki endilega vilja sjálfur setja sig í þennan flokk sko. Nei, alls ekki. Þó svo þeir var ekkert endilega berjast fyrir þeim sem minnst mega sín í samfélaginu, skilur þannig séð. Nei, alls ekki. Og svo hefur maður síðan líka alltaf spurningin líka þá hvar settum maður síðan þá þessa libertarians eða anarkistana og allt það á þessum hægri vinstri skala þá sem vilja ekkert ríkisvald og mest frelsi. Já. Þetta var auðvitað svona sagfræðilegt málefni, heitt sagfræðilegt málefni í austurrískri sagnaritun fram eftir 20. öldinu auðvitað. Mjög svo. Og ég hef lesið það svona í dag eru menn minna fókusir á þetta, menn eru fannir að fókusir á bara aðrar spurningar. Já. Og í einni bókinni sem ég las þá var ég talað að þú veist, núna eru menn að skoða til dæmis eins og þessi Ernst Hanisch sem ég nefndi áðan sko, til dæmis sko hvaða áhrif hefur sko, þú veist svona etatism skilur eða svona ríkishyggja og svona skrifræðis vald sko, frá sem á rætur sem í gamla austuríska ungverska kerfinu. Já. Og það er nefnst, og notar þetta hugtak etatismi eða eitthvað svona ríkishyggja sem mjög áhugavert hugtak, ég geti alveg ímyndum eftir 50-100 ár og kannski sérstaklega kannski eftir 200 ár mun menn nota það hugtak meira og jafnvel setja þetta allt undir einn og sama hattinn ríkishyggja, hvort þú sért með sko þýskan þjóðernis sosialisma, stalinisman sem einhvers konar rússneskan þjóðernis kommunisma og jafnvel sko Roosevelt og the New Deal sem einhvers konar sko amerískan þjóðernis kapitalíska hreyfingu eða hvað það er, af því allt þetta að ýmsu leyti ríkisvaldið sem bara að taka til sín meira og meira völd og að stýra, að þú veist það er einhver þjóðarleiðtogi hvort sem hann sé kosinn í gegnum þá bandaríska kosningakerfið, þýska kosningakerfið eða í gegnum sko kommunistaflokkin með byltingun á bakvið sig. Í raun og veru er þetta allt, þú veist, ríkisvaldið að styrkja sig. Það er áhugavert að spá í því, sko. Nú heyr ég það, auka hægri frjálshyggjumaðurinn er komið fram í þér. Það er ætti á því. Það er ætti á því, sko. Herði, já, þetta er áhugavert, en þessi korporatismi er svolítið áhugavert pælgi í þessu og ég las áhugaverðan bókakafla sem fjallaði sko stjórnarskrá þessa ríkis og það er auðvitað gaman að stúdera svona stjórnarskrár því að það er auðvitað getur ekki eitthvað dæmt þannig séð hugmyndafræðin eða ríkið sko bara út frá stjórnarskráni Nei. En mér finnst þetta áhugavert og líka sovjísku stjórnarskrár og svona margir tala að stalinísku stjórnarskrán hefur verið einstaklega fallegt ritt. Já, ég meina þú veist og það er auðvitað gaman að stúdera þær og sko lesa þær og þær eru auðvitað svona lýsa svolítið svona ídeal sem að þetta er svona þetta er svolítið svona cool, áhugavert fyrirbrigði ýmislegt og í svolítið þegar við vorum að tala manstu hugmyndafræðina í sko rússneska keisaradæminu og vorum að tala fyrstu rússnesku stjórnarskrána frá 1945 þar sem keisarinn var bara autokrat sko og svona þú veist auðvitað er ekkert alltaf samband á milli kenningar og
og praktík í því alltaf sko sem en Nei. Já, hann var að fara í gegnum hann þessa stjórnarskrá og hún er áhugavert að sjá hvernig hún er byggð upp sko, þessum við að lýsa sko í rauninni það er búin að taka í burtu allar þessar lýðræðislegu stofnanir eða þú veist ekki búin að taka þær í burtu, hann er búin að breyta þeim og þú veist og kanslarinn og forsetinn skilur eru konum við miklu meira vald búið að centralisera valdið svolítið mikið og síðan ertu með sko nýjar stofnanir út með sko að þetta átti að vera sambandslýðveldið, þú veist með svona þessi litlu héruð þannig að þú veist hvert hérað var með svona héraðsráð eða svona rat lendersrat eða eitthvað líka og síðan varstu með þessa stjættaráð sko það sem varstu með sko stjættir eða sko svona atvinnugreinar svolítið eins og þú varst að nefna hérna áðan með sko, þú veist iðnaðamenn skiluru bændur, hinar og þessar svona þjóðfélagshópar eða svona atvinnugreinar skiluru áttu sæti í ráðinu sko þarna sem íhaldið svona horfa tilbaka til miðalda og það er kannski líka hugmyndafræðin sko að sko í þessum korporatisma sem gengur út og skilur að þessi samkomulag sko allra stjættan og atvinnugreinana í ríkinu eða í landinu við ríkið sko og þannig átt að búa til eitthvað svona harmoni sko og í rauninni sko korporatism er ekkert skammaryrði í rauninni til dæmis norræna vinnumarkaðsmódelið er í rauninni hálfgerðus korporatismi við skilja rétt. Já, það hefur leifið að skjóta það er bara hefur komið frá óvart og það er nefnilega svolítið þannig. Já, svona samningur samtaka atvinnurekanda og verkalýðshreyfingarinnar. Já, með ríkið líka. Og ríkið, nákvæmlega. Það að þú veist, já. Og það nú þessi velhefnuðu norrænu samfélög sem yfirleitt eru talin bestu samfélög jarðar. Nákvæmlega. Þú getur sagt að Dolphus og félagar hafa verið undan sinni samtíð. Og svo mörgum finnist svo sem þetta kallaði mörgum leiti og bara ekki hvart það yfir ýmsu en þetta er rauninni svona þú komið í veg fyrir stjættastríð og þannig er auðvitað að vera að taka svona þetta bara miklu lengra út með skilur aðeila kirkjan út með alla þessa svona enda þú veist hugtæki skilur korpó skilur þetta er líkami, þjóðar líkaminn skilur og þetta er náttúrulega grundvallar atriði þessari íhalds hugmyndafræði skilur það eru allir limitnir hafa sitt hlutverk skilur og svo ertu með og svo er það stýrt frá einum stað sko. Einmitt gott að segja þetta því einmitt korporatismi, þú veist það er ekki fyrirtækja hyggja einhver eða eitthvað fyrirtækja það heldur einmitt í þessu skilningi sem þú segir sko, þetta er líkami þú veist og þá er einmitt harmonían og samheldnin og samvinnan og þá er þetta andstættu þetta náttúrulega markaðshyggju skilur eða einstaklingshyggjunni svo hún var í kannski vestrinu eða kapitalismannum og svo náttúrulega þetta í kommunismannum sem er náttúrulega boðar stjættastríð og það sem ein stjætturinn á að sigra hinnar einmitt og það var sem svo áhugavert náttúrulega að sjá bara hvað sko þetta tímabili sko fyrirlutu 20. aldar er rosalega sérstakt tímabili í mannkynssögunni ef maður hugsaður sko bara hugmyndasögu hvað þetta er mikið umbrot að þú ert að það gleymis átt maður sér átt fyrir sig að það er þú ert meðan kapitalismann þá í formi þá til dæmis Bretlands og Bandaríkjanna fyrst og fremst og Frakkland og svona svo ertu með þá fasisma Þýskaland, Ítalía kannski Japan en líka þú veist það náttúrulega líka talað áður og Japan náttúrulega er mjög flókið að reyna skilgreina og náttúrulega með kommunismann þessi andlega eftir með fullt af öðrum hugmyndafræðum svo við sjáum Austurríki dæmi það korporatismin þar og líka aðra hreyfingar og svo millum segja þennan syndikalisma sem menn voru líka halda á lofti og sem hinur á þessar hugmyndafræðinar þetta er mjög áhugavert miklu umbrotatímar enda er þetta náttúrulega bara eitt stærsta umbrota skeið mannkynssögunar náttúrulega innbyltingin og borgarvæðingin og þú veist bara algjör umbreyting samfélagsins sem sér ekkert fyrir endan á sko. Nei, algjörlega heimur versnandi fer eins og menn har alltaf sagt það var alveg mannlegt þetta að vera að tala það heimur versnandi fer ég veit en hörðu,
Svo þessi korporatismi, hann var auðvitað líka í Ítalíu og hérna í fasismannum og svona, enda náttúrulega sko og það er kannski líka ástæðan fyrir að það hefur oft verið svona tengsl við hennan fasisma með stóru F alltaf Mussolini og Ítalir, þeir nefnilega, svo kemur alþjóðapólitíkin inn í þetta sko. Já. Að hérna Ítalir náttúrulega voru svona ákveðni verndarar Austurríkis föðurlands fylkingarinnar. Og meira segja Dolfus og Mussolini voru svona persónlegi vinir sko. Einmitt. Og sterk bönd þarna, Austurríki náttúrulega bara smáríki þetta sem gat svo sem ekkert gert gegn Þýskalandi og náttúrulega háð því að einhver þá stærri ríki myndi passa upp á þá. Já. Að því svo kemur náttúrulega inn í þetta Schuschnigg tímabil 1934 til 1938 sem að einkennist svolítið bara af bara áframhaldandi krísu, þá líka auðvitað komið út í hérna, sko bara aðdraðandi seinni heimsstyrjaldarinnar, skilur að bara heimsmálin eru bara að vindast upp sko. Já. Og Hitler bara færi sig upp á skaftið, og verður alltaf stærri og stærri pressa á Austurríki frá Þýskalandi, og síðan Mussolini þarna sunnan við sko, sem að reyna að vera svolítið svona verndari Austurríkis og við sjáum hérna ákveðna svona valdabaratu milli Hitlers og Mussolini þarna, sem að síðan Mussolini á eftir að setja í minnibókan. Og áhugavert líka þarna á sama tíma líka sko rosalega mikil efnahagslegur uppgangur í Þýskalandi á þessum tíma, þannig að sko austurískur almúi auðvitað missir þá kannski meira trúna á þessu austuríska fyrirbrigði þegar þeir þurfi ekki annað en bara rétt að lítið við landamærin og sjá að það er svona blússandi uppgangur í Þýskalandi og margir austuríkismenn náttúrulega fóru til Þýskalands að vinna. Já. Þannig að það náttúrulega höfður þannig líka sko sönnun innan geðsalaba fyrir því að þjóðurinn sósíalismin myndi virka. Það var ekkert atvinnuleysi í Þýskalandi á þessum tíma. Það náttúrulega var bara bullandi uppgangur og vöndun og vinnuafli, og þá fyrir atvinnulust fólk í Austurríki þá náttúrulega var það freistandi. Já, en það má auðvitað alveg bæta því við sko að Austurríki var náttúrulega auðvitað korporatiska kerfi var ekkert að þjóna verkalýðsstéttinni neitt sérstaklega sko. Ég held að menn hafa nýtt talað að það var bara til þess að draga tennurnar úr verkalýðshreyfingunni og þjónaði auðvitað atvinnureikendunum betur held ég hérna í Austurríki, en þó það sé þetta hafi verið tilfelli líka í Þýskalandi svo sem. Já. En já, það var miklar efnahagsógöngur í Austurríki. Algjörlega. En fremur náttúrulega líka var Þýskalandi, svo þú sagðir, að setja pressu á Austurríki, og meðal annars Adolf Hitler gerði það að hann setti sko túristaskatt á Þjóðverja sem var mjög slæmur fyrir Austurríki, vegna þess að það leiddi til þess að fáir Þjóðverjar héldu til Austurríki. Það Austurríki var þarna líka að verða að sko túristaríki eins og Austurríki í dag með skíðin og allt þetta. Mér finnst það eða svolítið fyndi líka að bara svona talandi austuríska efnahaginn sko, og bara ástandi sem að þau voru í að Hitler gerir þetta sem svona dirty trick mjög seint sko. Ég held að þetta sé bara rétt fyrir sameininguna, hann að gera þetta sem bara svona kverkatak. Já. Að hann sko bannar Þjóðverjum að ferðast að gefa vísa áritanir sko yfir til Austurríki sko. Og þetta var bara eins og Bandaríkjamenn að hætta að selja Japanum olíu sko. Skilur líka við sko. Austurríki alveg grísa sko, því að sem sýnir svolítið kannski hvaða hlutverk þeir voru í sko, eða stöðu. Það er nefnilega það er góða punktur. Það segir Þjóðverjar að koma keyrandi á Volkswagen bjöllunum sínum að skoða hallirnar í Vín og eitthvað svona. Já, og fara á skíði og eitthvað. Já. Og ennfremur, og það er áhugavert líka, hann hérna ekki Játvarður, var Játvarður 7. sem var Englandskonungur, sem saði sig hann af sér vegna þess að hann vildi giftast þessari leikkonu. Var sko hann hét? Já, Simpson. Eitthvað Simpson. Já. Og það er áhugavert að hann hafði náttúrulega var mikið að ferðast Austurríki og hafði verið svolítið að setja Austurríki á kortið. Og þessi skandali
í kringum hann, þar sem hann sagði af sig krúnunni og allt þetta og var í Austurríki síðan í kjölfarið af þessu. Þetta bitnaði mikið á sko þessum Habsborgara málstað. Já. Því þarna sáu líka sko að það margt sem bendir til þess að menn hafi verið í rauninu mjög nálagt því að koma Habsborgarunum aftur, endur þessa keisaradæmi, allavega konungsveldi. En þetta náttúrulega sýndi út að hvað konungsveldi þetta veikburða í ýmsu leyti, því náttúrulega ef þú ert með heitlandi og flottan konung þá getur það mjög flottu út að vera konungsveldi, það getur verið stór plús. En leið og ert með konung sem sem á eitthvað vandamála stríð, það eitthvað gallar á, þá getur orðið rosa mikil sko baggi að vera með konungsveldið. Þannig að Habsborgara málstaður, hann fekk að líða svolítið fyrir allan skandalinn og vesennið í kringum þetta. Það sjáum við líka bara svo í dag með allt dramaði kringum náttúrulega hann Harry og konungsfjölskylduna í dag. Á meðan þú veist í Noregi, þú veist konungsfjölskyldan hér, þú veist hann voða vinsæll kóngurinn. Það mikið drama og skandal í kringum en hann Durek hann. Jú, og þá sjáum við líka það, þú veist að konungur og krónprinsinn, þeir eru góðu bókin og flott og bara svona venjulegir, en eina krónprinsessunum, það mikið drama kringum hana því hún í hinn á þessu sérstöku orðara sér svo. Og það einmitt áhört og það náttúrulega líka því maður getur ímyndað að segja sko að ef það hefði komið sko stöðugur flottur Habsborgar sem hefði tekið þarna yfir, hvort að hann hefði getað orðið svolítið svona sameiningaták gegn nasismannum. Það spurning, það er alltaf ómögulegt að segja til það en síðan alltaf getur maður aftur líka sagt, það gerðist ekki, heldur þvert á móti. Naðstætti tóku síðan við og Austurríki var innlimaðin inn í Þýskaland og allir voru hrópandi kátir. Sko, það er alveg rétt sko, fólk var ekkert eitthvað að missa sig úr gleði yfir Sjursnik held ég. Og þessu ríki þarna, þetta getur kannski vel verið að það sé eitthvað rétt að þú veist, ef það hefur eitthvað verið annað sammenningartakt þá það kannski fengi eitthvað meiri stuðning frá fólkinu eitthvað getur vel verið, en sko, náttúrulega það sem að Sjursnik stóð frammi fyrir náttúrulega var Adolf Hitler og Þýskaland sem var náttúrulega bara pólitískt rándýr. Já. Og þú veist algjörlega pólitískt rándýr, það lýsir í mjög vel. Já, og sko hann náttúrulega beitti náttúrulega bara alls konar skýta tryggsum skiluru og það auðvitað smáatriði í þeirri sögu sem mjög áhört og eins og ég segði aðan sko, þú veist, hans ferill snýst bara svolítið bara einhvern veginn þá ertu komin út í svolítið svona þú veist, siglir hann einhvern sjó skilur í innanlandsmálum alltaf náttúrulega auðvitað skilur endalaus barátta við þessa nasista sem voru þá underground hreyfing sem fóru bara yfir landamærin og voru bara fengu vopn og pening og allt þar sko, en það komin út í bara svona einhvern svona hvað segir maður, svona stórsjó í alþjóðapólitík sem eru árin hana fyrir seinni heimsstyrjöldina og það gildi þó í rauninni bara eins með Austurríki og með Tékkóslóvakíu eða Pólland, að þú veist að það voru allir þarna komnir út á mjög hálan ís með þetta rándýr sem var komið þarna á afturlappirnar sko, sem var Þjóðverjar og ég held að það hefði alveg örugglega verið mjög erfitt fyrir hvert sem hvort sem það hefði verið ykkur Habsborgari eða lýðræðisstjórn og það getur, og menn hafa auðvitað fært rök fyrir því, þú veist þessir hægri menn sem hafa verið að svona, hvað við segja, svona fyrirgefa Sjursnik og Dollfuss fyrir að hafa verið einræðisstjórnir og svona, menn hafa alltaf getað sagt það skilur, það er þetta first victim dæmi sko, þú veist, já, þeir náðu allavega en að þú veist að halda nasistónum undan, þú veist, í fjarri þó í þennan tíma og svona annars hefðu þeir bara komist til valda bara strax 33 eða 4 eða eitthvað en það var alveg svolítið þannig að þeir voru bara, þú veist, og Sjursnik var hann bara að senda símskiti bara til London og Moskvu og París og hingað og þangað bara að reyna að koma okkur alþjóðasamningum til þess að bjarga sér að því við höfum bara komin út í þennan aðdraganda seinni heimsstyrjaldarinnar sko. Og það var einmitt líka það sem er grátlegt að sjá einmitt að þennan stuðning fekk hann ekki og meira sem Mussolini skipti síðan skoðun og hætti að halda sjálfstæði Austurríki og Austurríki stóð á lofti. Já, þegar það var þarna atvik það sem að Mussolini var svona stand down og það ekki þarna í fjallskarðinu það sem að ítalskar hersveitir fóru og ætluðu að vera voða flottar og þurftu síðan að snúa við að því að
sem var svolítið vendipunktur í þessum Já, þessari valdabaráttu Hitlers og Mussolini. og svo er líka áhugavert við þetta að hann nefnitt Sjúsnik þetta undir lok leit sem svo á að það var ekkert annað að gera en bara núna að láta vaða og hann blést til þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, sko þetta var ég man þetta rétt og var þetta þannig sko að Hitler er búin að kalla hann kallar hann á fundi sín og það er þetta sem að við sjáum líka með Tékkóslóvakíu og Rússana þarna í Stralsundum og Finnland og svona það er að kalla á fund skilur og svo eru þeir sko með eitthvað svona andlegt ofbeldi eða þannig skilur. Jú, raunaði bara yfir hann í einhverju klukkutíma og og hótanir og allt þetta sko. Já. Hóta innrás og svona og hann kemur tilbaka og það er einhvern veginn svona síðasta spili í hendina hans að síðasta spili sem hann er með í erminni það er að kalla út þjóðaratkvæðagreiðslu það sem að hugmyndin var sko að menn myndu segja já við viljum að Austurríki verði sjálfstætt ríki áfram og það var svolítið svo Brexit sko hann sá fyrir sér sko að Austurríkismenn myndu þá kjósa já við viljum það alveg svo hann David Cameron var með Brexit kostninguna því að hann held að þeir myndu segja nei Já, nákvæmlega til þess að svona útkljáð það sko og Hitler auðvitað var skítræddur við þetta Það er bara svo áhverð, hann er bara hrættu við það Það var alltaf trompaðist hann Já og sendir ultimatum nú kallar þetta af annars bara stríð sko og þá brotnar þetta niður og hann gengst við þessum afarkostum sem eru að kalla blása af þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og afarkostinu voru líka að það myndi koma þessum var það ekki þessi Arthur Seyss Inquart eða hvað hann hét þessi nasisti sem var komið þarna á kanslarastól eða innanríkisráðherra eða eitthvað svona og þá féll þetta svona mjög fljótt niður og nokkur síðan kemur Hitler askvaðandi á Mercedes-Benz bílnum sínum inn í Vín Já, og það allir með þess áhugavert sko að margt í kringu það var voðalega svona spilað fingrum fram því Hitler sá ekki fyrir sér að ánum eru þið svona vel tekið í Austurríki og áhugavert síðan að sko í kjölfara öll þessu þá síðan var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla auðvitað var það ekkert frjáls þjóðaratkvæðagreiðsla það var það auðvitað ekki allt áróðusbatterið var hringt af staðmaður og auðvitað lögreglan og leyni lögreglan og allt þetta en þó svo þjóðaratkvæðagreiðsla leiddi til þess að held ég 98 eða 99% af austurríkismönnum kusu og með sameiningu í Þýskaland. Ég held samt að eins og þú segir, svo kostninga hefði ekki komist í gegnum eitthvað svona evróst kostninga Nei, hún hefði ekki gert það Var það ekki þannig að þeir voru ef þú ætlar að kjósa nei þá þarf það að koma hérna til hliðar og þá voru svona brúnstakkar með kilfur sem að hjálpa þér að kjósa Nákvæmlega En það leiti þá til þess að Austurríki hætti þá að vera Austurríki og var það þessu ústmark var ekki það sem það hét en það er samt áhugavert að maður sér þó sko að það var gífurlegur stuðningur fyrir þessu í Austurríki og Austurríkismenn tóku mjög virkan þátt í Þýska ríkinu síðan og náttúrulega atvinnuleysi náttúrulega hvarf í Austurríki leið og þau voru leiður sömunust og allt þetta en það kom samt allavega önnur vandamálin líka því margir nasistar urðu fyrir vonbrigðum með Adolf Hitler því Þjóðverjar og nastaflokkur náttúrulega fyrst og fremst voru tækifærissinnar þannig að leið og eru búið innrima Austurríki þá náttúrulega þurfti náttúrulega að fara að balansera þessar þá gömlu fylkingar og integrera þær á einhvern hátt þannig að margir harðir nasistar litu á þeir ekki fengið nákvæmlega þá stöðu sem þeir sáu fyrir sér en Austurríki séð þá var almennt frekar ánægt með að vera hluti þá að Þýskalandi Já, gekk frekar svona smurt inn í þetta Já, gerði það og tóku virkan þátt En mér langar til þess að ég var um þetta sko athyglisvert með þetta ég kíkti aðeins á ræðuna sem að hann hélt í Vín 9. apríl 1938 og ég hef nú svo sem ekki stúderað Hitler ræður mikið svo sem en það held ég svolítið þannig að en þá þannig að þú veist ef að
leynilögreglan að fylgjast með sem maður að googla þá og maður kannski ekkert að vera að googla það. Nei, ég segi svona. Passa sig. Ég segi svona, en ég fann að einhverja vefsíðu sem var pottið ykkur nýnast síða, sko. Sem voru allar Hitler-ræðurnar, sko. Ég fann þessa ræða því mér langaði að vita hvað hann var að segja. Já. Að því að, sko, þú ættir líka til á þetta sko, bara ef þú googlar Anschluss eða eitthvað á YouTube skilur þá eru til fullt af svona fréttamyndum frá þessu sem þess að allir hafa séð þannig að það kemur hann að Mercedes-Benz bílunum og allir fánarnir og blómin og þetta og svo heldur hann ræðu í Vín og mér langar að vita hvað hann var að segja og þá segir hann einna sko ég ætla með þetta ensku sko en hann það segir hérna þú veist I believe that it was also God's will that from here a boy was to be sent into the Reich allowed to mature and elevated to become the nation's Führer thus enabling him to reintegrate his homeland into the Reich there is a divine will and all we are is his instruments og meira svona sko hérna þú veist hérna I felt that Providence had called upon me þú veist Providence willed and desired it will of the Almighty þú veist þetta svona voru mikið svona trúarlegum hann er að tala hérna bara eins og hann sé bara Messias kominn til þess að samina Austurríki og ég var að spáði hvort að þarna væri hann sem þessi ræðumaður sko að höfða til fólksins sem voru áhörundur á þessum stað á þessum tíma og ég held að segja svolítið þannig því að Karlska kirkjan fjallnefla svolítið fyrir þessu sko og allir með erkibiskupin í Austurríki, hann var fljótur að hlaupa til og lýsa yfir stuðningi við Hitler og svona á sama tíma sem ég held samt að hluti af Hitler hafa líka trúað því að það væri rétt sko það er erfitt að segja náttúrulega hvað Hitler nákvæmlega trúði á en ég held að Hitler trúði allan á einhvers konar sko yfirnáttúrulegan kraft sko hvort þú kallar það Providence eða örlögin eða eitthvað slíkt sko og það stýrði náttúrulega mikið hans utanríkisstefnu með auðvitað þeim afleiðingum sem við síðan sjáum hann var náttúrulega kexuruglaður sko það kom þessu eins og til dæmis það lýsi við stríði gegn Bandaríkjunum á þess að hafa nokkra burði til þess að geta ráðast á Bandaríkin það er alveg ótrúlegt og einstakt í mannkynssögunni en þess vegna náttúrulega en þarna sem maður líka veist, þá náttúrulega þegar hann talar svona trúarlega þá náttúrulega var léttara fyrir menna kannski lesa það sem vildu inn í það sem hann sagði en þetta ekki bara það sem Hitler var bestur í sem var að vera demagóg skilurðu og standa bara upp á sviði og öskra eitthvað og allir bara fíla það vera allt fyrir alla þannig séð sko og ef hann hefði verið að halda ræðu fyrir verkafólk þá hann kannski notaði eitthvað svona sósíaliskan undirtón kannski algjörlega en við vitum það alveg, hann gat alveg tala við hann gat tala við industrialista skilur hann gat tala við þessa kapitalista og fengið þá alveg heilla þá upp á skónum gat tala við alla, og verkafólk og alla ég gat aðlaga sig og allt það en það sem er líka áhugavert í þessu hann gerði líka í því sko hann niðurlega þá Habsborgarinn eins og hann gat ég bara las bók sem fjallaði það sko fjallaði sig sögu Habsborgarinn í öllu þessu og þá var þetta eins áhugavert að þegar hann kom til Vínaborgar þá var hann einmitt á hótelinu nú er náttúrulega eins og segja núna mörgur sinni í hlaðarpinu þannig að langt sinni las það er þetta að ég búið að gleyma hvað heitir en hann gerði í því sko að fara allir eins á hóteli þar sem að hann þá þegar hann var svona umrenningur í Vínaborg þá vann hann við að móka snjótlemin sér framönda hótel sem Habsborgararnir oft bjuggu á og þá gerði hann einmitt í því þegar hann kom til Vínaborgar þá fór hann einmitt beint þarna og á þetta hótel og þetta gamla Habsborgarhótel og þarna hélt hann allir mikið af sko mikilvægum fundum og svona þegar hann var í Vínaborg þannig að hann gerði það alveg í því í allan og svona hann hefur örgulega verið svolítið upptekinn alls konar svona nostalgíu eitthvað mjög upptekinn allavega þannig og til dæmis, skjóta því inn þeir sem voru efstir á listu SS sem þurfti að handtaka voru synir Frans Ferdinandar það var það sem allar að segja fyrir svona klukkutíma síðan það geti verið, það var alveg sko það voru bara óvinnum eitt það voru Habsborgararnir þú veist að þegar þú segir Frans Ferdinandar þá hljómar þess að þú sérst að beygja Ferdinand það er rétt þér Frans Ferdinand
Men það svo erfitt með íslenskuna, þú veist, hver á maður að fallbeygja erlend nöfn og hver ekki en það alveg góð bútur Sýnir Frans Ferdinand Herðu, þú komst aðeins inn á hérna nú þurfum við fara hérna að ganga frá þættinum heldur fljótlega en hérna aðeins hérna Austurríki í nasista hlutverk Austurríkis í nasismannum sko því að nú erum við búin að tala um þetta og ég var alveg til að lesa eitthvað svona bók sem myndi fjalla sko einar austurísku rætur nasismans ef þær einhverjar aðrar en bara í persónu Hitlers það væri gaman að aðtöga hvort það væri eitthvað svoleiðis en hlutverk Austurríkis náttúrulega í seinni heimsstyrjöldinni er náttúrulega alveg þú veist stórt og við komum aðeins inn á þetta með það hvernig náttúrulega Austurríki hefur náttúrulega eins og Þýskaland náttúrulega eftir stríð fyrstu áratugina náttúrulega sérstaklega Austurríki náttúrulega reyndi að hvítþvo sig svolítið af þessum glæpum með því að vera fyrsta fórnarlambið og það var eitthvað sko á í rauninni rætur sko til að því það er náttúrulega þannig þetta sko hvernig var þetta var það Teheran Moskvu yfirlýsingin 1943 held ég það sem að bandamenn komu saman og lýstu yfir ákveðnum punktum í tengslu við stríðsreksturinn og markmið þeirra í stríðinu held ég sé fyrir ekki að mér að vera að fara með randmál það var tekið á svona ýmsum málum sem átti sem þeir vildu að stríði myndi útkljá meðal annars spurningunum Austurríki og þar var það lýst yfir að innlimun Austurríkis 1938 væri lögbrot og væri ekki löggild með vísun í til dæmis bara þú veist þessa alþjóðasamninga sem bæði Austurríki og Þýskaland höfðu skrifað undir og svo náttúrulega bara hvernig Hitler villidýrið fór að því að gera það og svo framvegis og þessi þjóðarótkagreisla hefði verið brandari og allt þetta og þar er lagður auðvitað svolítið grunnurinn fyrir því að þú veist að eftir stríð þá muni bara aftur verða til Austurríki sem bara það er endurreist bara 1938 og svo vitum við það að Austurríki var náttúrulega líka skipt upp í smá tíma á milli vestuveldana sem að kannski ekki allir sem vita það var þarna nokkur tími hvort það var einhver ár það sem varst með Austurríki og Austurvín og Vesturvín og svona eins og Þýskaland og og þá kemur þessi hugmynd skilur með Austurríki var fyrsta fórnarlambið og þeir kom ekki náttúrulega og svona og ég var alveg tilbúin til þess að svona, halda því fram að Austurríkismenn hefur sloppið vel frá þessu en ég held að það sé ekki alveg rétt ég held að Austurríkismenn hafa alveg horft svolítið í augu við þessa fortíð og tekið alveg þátt í einhverju leiti sko að borga einhverju svona stríðskaðabætur og annað sko eða svona skaðabætur til fórnarlambanasismanns og svona já en þú veist auðvitað alveg með dæmið svo með Kurt þessi sem var í Sameinuðu þjóðunum hvað hét hann þessi Kurt Waldheim Kurt Waldheim sem var aðalritari Sameinuðu þjóðana austurískur stjórnmálamaður var reyna skandall í kringum hann því hann hafði vist verið eitthvað í einhverjum nasista einhver tengslu nasismann alveg rétt en alltaf það sem alltaf líka bara svo flókið með þetta náttúrulega all flestir náttúrulega voru í tengslu við þetta einhver leiti en svo er þetta sko ég nefnilega hef stundum nefndi þetta það er tölur sem ég fann á netinu ég ætla ekki að selja hann eitt í reyni kifti sko þetta er vitnun í stjórnmálafræðing sem heitir David Art sem er við Tufts University ég ætla ekki að þessu segi þetta eru bara tölur sem ég las á netinu að því að ég tók þetta eftir sko þegar maður lesa sko þú veist þessar útrýmingabúðir og svona þetta er oft Austurríkismenn sko sem þú sérð í þessu það er bara, þetta getur ég líka og þá fór ég að googla þetta sko og þá sé ég þessar tölur sem segja sko, sem hann segir sko Austurríkismenn eða Ostmark voru 8% af Þýska ríkinu en þeir voru 14% af meðlimum SS það er að segja að þeir voru overrepresenteraðir í SS með fólksfjölda
og það eru 40% af þeim sem að tóku þátt í helförinni ætlaði að sé það vera að vísa í Totenkopf, SS Totenkopf. Já, getur verið að sé hvað þannig. Pældi í því maður. Og að þeir hafi verið sko 75% getur þetta verið af þeim sem stjórnuðu útrýmingabúðunum. Já. Þannig að þú veist, ef þessar tölur standa sem ég ætla nú, eins og sé, ég ætla ekki að selja neitt dýrar en ég keypti, sko, þá er það svolítið athyglisverð spurning, sko, af hverju voru austrískir nasistar svona framelega í ódæðisverkum nasismans í stríðinu. Einmitt. Og það er einmitt mikilvægt einmitt líka að athuga þá einmitt, sko, af hverju var svona gífurleg gyðinga andúð í Austurríki og þá mögulega líta hlutir svo það er ekki tilviljun að Adolf Hitler einmitt sprettur upp úr því umhverfi. Já, ég held að þetta hafi alveg verið nefnt, sko, að það er þessi og svo auðvitað líka það að náttúrulega austurríski nasistaflokkurinn var underground flokkur, var miklu meira brútal, skilur, og það voru þeir sem voru að fremja þessi hryðjuverk, skilur, og það voru þeir sem voru, þú veist, í felum. Þú getur tekið svona samlíkingu við til dæmis þessa kommunistaflokka, ég meina alveg hlýtur að vera munur á rúmenska kommunistaflokknum og þú veist, sænska kommunistaflokknum, skilur við. Já. Það sem að sænski kommunistaflokkurinn eða norski eða íslenski eru bara taka þátt í kosningum fyrir opnum tjöldum, á meðan þú veist, rúmenski og búlgarski, skilur, flokkurinn eða rússneski, skilur, eru underground flokkar sem eru bara í ykkur svona taktík, sko. Og bókstæla berjast fyrir lífi sínu. Já, og náttúrulega þessi nasistar frá Austurríki, þeir voru þá kannski meira hardcore, sko, eða svona battle hardened. Já. Algjörlega. Þetta hlítið það áhrif. Og svo náttúrulega þessi Kaltenbrunner hérna, Ernst, hann komst svona frekar fljótt, reis mjög svona hratt upp metórastegan, sko, innan SS, hann var austurískur, hann var einn af þessum upprunalegu austurískur sem að og er til mér held ég sá háttsettasti meðlimur SS sem var tekinn hann á lífi, sko. Fangaður á lífi og hann var tekinn á lífi í Nürnberg. Og þú veist, þú kannski, þú veist, ef einn kemst inn þá kannski, þú veist, geta þeir nota síðan tengslanetti sitt til að, þú veist, ráða vini sína og svo framins, ég veit það ekki, sko. Það var athyglisvert að kanna hvort að sé eitthvað fótur í þessum tölum og þá af hverju það er svona. Algjörlega, það var mjög áhugavert að skoða það. Nákvæmlega. Já, ég segi að það sé komið gott af Ostmark. Já, komið gott af Ostmark. Við búin að taka þetta vel fyrir. Mér finnst þetta margt sem að kom fram hérna í þættinu sem við þurfum að skoða betur, finnst mér. Austurríki og Ungverjaland væri til að fræðast meir og líka gaman að einmitt bara sem í Hitler og nasisman, þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða þess betur líka, sko. Já, algjörlega. Nákvæmlega. Þá segjum við það bara hér gott af Hlaðvarpssöguskoðun í dag. Við minnum hlustundur á að það er alltaf hægt að hafa samband við okkur á Facebook eða á söguskoðun@gmail.com. Við erum með nokkur málefni sem að hlustundur hafa sendt til okkar að taka fyrir, sem við ætlum að taka fyrir einmitt hérna á næstunni. Minnum einmitt aftur á YouTube síðu þáttarins sem að við ætlum að reyna þess að blása smá líf í. Það er flott. Segðu þetta gott í bili, gott fólk, verið sæl.